Fyrirgefðu. Við förum í annað mál á dagskrá sem umræða umferðaröryggi og þá tekur fyrstur til máls borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég óska borgarstjórn velkomna til starfa að nýju eftir sumarleyfi og svona líkt og borgarstjóri fagna því að sjá ykkur hér aftur og hlakka til þessa vetrar sem gjarnan kallaður kosningavetur, síðasti veturinn á kjörtímabilinu og þess vegna margt undir og margt af því sem gert hefur verið á þessu kjörtímabili kemur hér upp til umræðu á þessum vetri. Nú standa með skil á sínum verkum og ég veit að sumir hlakka til þess og aðrir hlakka til þess að gagnrýna það sem gert hefur verið eða benda á það sem betur mætti fara og komið tillögur í þeim efnum. Hér kem ég upp til að ræða umferðaröryggi og það nokkuð víðtækt og ég vona það að þeir sem hafa áhuga á því að tjá sig þessi mál komi hér upp og tali út frá sínum áhuga og þeim áherslum sem að þeir borgarfulltrúar vilja leggja á þetta mjög svo víðtæka efni. Það er ástæðan fyrir því að ég kem hér upp að ræða þetta og þó við séum öll að baki þessari umræðu að þá lagði ég til að við myndum taka þetta hér upp. Auðvitað fyrst og fremst vegna þess að nú eru skólar hafnir og umferð barna hefur verið að aukast eins og allir sjá umhverfi borgarinnar þar sem að þau eru að ganga til sín skóla og öll sem hér erum og erum foreldrar og þekkjum til höfum auðvitað ákveðnar áhyggjur af því að þau fari sér einhverju leyti að voða. Örugglega á annað 1000 börn eru að fara þessa ferð í fyrsta skipti og þurfa þess vegna að ganga kannski fyrsta skipti á ævinni mikið ein og þurfa að taka tillit til umferðarinnar. Og þess vegna hef ég svona núna, þegar ég var að hugsa þetta efni sem við ætlum að fjalla í dag, mér kannski fyrst og fremst hugsað til umferðarmerkinga. Mér er hugsað til þess hvað börnin eru að sjá sem eru leið í skólan og sem að svona leiðbeinandi og leiðarvísir þeirra á þeirra leið og hvort að við erum að tryggja það að þeim líði vel, að þeim líði þannig að þeir séu örugg, að þeir viti hvert þau að fara og vita hvað allar merkingar á þeirra leið komið til með að þýða. Þetta hefur auðvitað verið til umræðu upp á síðkastið eins og kannski borgarfulltrúar hafa tekið eftir. Umferðarstofa eða fulltrúi umferðarstofu hefur fjallað þetta mál og svo hefur Félag íslenskra bifreiðaeigenda lagt sérstaka áherslu á þessi mál upp á síðkastið og því ber auðvitað að fagna að þeir skuli taka þetta upp á sína arma. Þeir hafa hjá Félag íslenskra bifreiðaeigenda eða þau fyrst og fremst auðvitað í gegnum tíðina verið mikið að ræða hag bíleigenda en nú eru þeir farin að tala og einbeita sér að hag barnanna og öryggi þeirra. Aðeins svona vil ég byrja því að segja frá því að ég kom við í Tækniskóla Íslands fyrir fáeinum dögum út á flugvelli og ég alveg viss það að fæstir borgarfulltrúar og örugglega fæstir borgarbúar vita því að Tækniskóli Íslands í einni ósjálegri skemmu út í Skerjafirði, þetta á Skeljungssvæðinu, þar sem að svona lítur helst út fyrir að svo skemma sé að ryðga í sundur eða detta í sundur, en þar fyrir innan Tækniskóli Íslands með alveg frábæra starfsemi sem flugvélvirkjaskólinn og þar útskrifuðust 24 núna síðast og eru 50 manns í slíku námi. Gott að vita þessu, eða mér finnst allavega gott að vita þessu og sjá hvernig þetta gert. Svo ég fór þangað og hitti þar kennarana, þeir eru breskir og við fórum að ræða náttúrulega flugöryggi og hvernig þetta nám gengur til og hvernig það uppbyggt og svo framvegis. Og þá sagði annar kennarana sem reyndur á þessu sviði, hann sagði, veistu hvernig á því stendur að slys eru þó ekki fleiri en þau eru í fluginu. Og ég hafði náttúrulega ekki svarað í þeim höndum sem allavega myndi hafa skipt nokkru máli og hann sagði það vegna þess að við höfum allstaðar sömu merkingar. Það alltaf gengið að öllu vísu. Það sama hvort þú ert að lenda á Reykjavíkurflugvelli eða þú ert að lenda á flugvelli í Addis Ababa, það eru sömu merkingar, það eru sömu fyrirmæli, það eru sömu leiðir. Og þetta ansi mikilvægt fyrir okkur að hugsa vegna þess að það sama gildir auðvitað umferðina. Það sama gildir þann sem í bílnum sínum og að aka göturnar að hann hafi sömu
merkingar, sömu skilaboð, sama nokkurn veginn umhverfi, skulum við segja, þannig að öryggi sé sem allra best. Og þetta svona auðvitað kemur að því sem hefur verið hvað mest til umræðu upp á síðkastið, sem þær framkvæmdir sem voru á Hofsvallagötu eins og allir þekkja og einhvern veginn enginn virðist hafa vitað af, enginn sem að spurðir virðist einhvern veginn hafa vitað að þessar merkingar stæðu til og að Hofsvallagötunni yrði breytt í svona, einhvern svona umferðarsirkus. Nú heitir hún ekki lengur Hofsvallagata, hún heitir Kemstvallagata og það akkúrat það sem fólk að upplifa. Merkingar og breytingar á þeirri götu valda því að umferð sem býður eftir götuljósum upp við Hringbraut á leið austur, að hún nær alveg hreint niður að Hagamel, þar sem að Melabúðin og ökumenn hafa verið að hringja í mig þar sem þeir bíða röðinni og segja ekki komast nýtt áfram og þetta sé alveg tóm vitleysa og hvað það sem að það að gera sem að kemur þessar umræðu við sem ég að nefna. Það auðvitað það að þar eru götumerkingar einstæðar, þar eru götumerkingar ólíkar því sem að þekkist annars staðar og það ekki til góðs. Það ekki þar með að við viljum ekki breyta okkar umhverfi og gera það skemmtilegt og kannski litskrúðugt og líflegt, en þarna erum við að tala um öryggi. Við erum að tala um öryggi barna, við erum að tala um öryggi þeirra sem eru hjólandi og öryggi þeirra sem jafnframt eru akandi. Og óvissu þá réttarstöðu þeirra sem eru þarna gangandi og akandi og það auðvitað mjög mikilvægur kafli raunverulega í því kerfi sem við erum með hér og þeim götumerkingum og gangbrautarmerkingum sem að hér eru í Reykjavík að víða, mjög víða, óvissa það hvort að hinn gangandi vegfarandi hafi forgang í umferðinni eða hvort það bíllinn. Og þetta kannski gengur nú ofta svona með því að menn horfast í augu gangandi vegfarandinn og ökumaðurinn, en engu að síður það svo að komi til óhappa, þá skiptir þetta verulega miklu máli þegar kemur að því að meta skaðabóta skyldu ef slík fyrir að fara, hver það sem að bar sök á slysi eða gerandi í þeim efnum. Hér fyrir þessu ári þá var lögð fram skýrsla frá Mannviti og sú skýrsla hún var lögð fram í umhverfis- og skipulagsráði, hún heitir Forgangur og öryggi gangandi vegfarenda á gönguþverunum og hún studd af rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar og unnin af Mannviti af sérfræðingi á þessu sviði sem heitir Hörður og ég held að hann sé Magnússon, en nú man ég það ekki akkurat núna í svipinn þegar ég stend hérna, en hann heitir allavega Hörður. Og þar í þessari skýrslu sem ég vona að borgarfulltrúar hafi kynnt sér, hún var lögð fram í febrúar og mars og hún var lögð fram í febrúar og mars í umhverfis- og skipulagsráði, þar sem að hún var ekki beint farið yfir hana það sé ekki verið bókað hana og hún ekki lögð til neittrar vinnu, hún var ekki lögð fram þannig að menn myndu vinna samkvæmdinni, heldur var hún bara lögð fram og hún kynnt. Og það finnst mér nú miður og ég hef stundum spurst fyrir þetta og mér sagt ég að það verið vinna þessu málum en ég sé engin merki þess. Ég ætla að lesa hans úr skýrslunni með leyfi forseta. Gjarnan staða gangandi á gönguþverunum óljós og eru ökumenn og vegfarendur oft á tíðum ekki klárir á því hver hafi forgang. Sérstaklega þetta við stöðu gangandi á gönguþverunum án sérstakra gangbrautarmerkingu hafa slys á slíkum þverunum oft leitt til umræðna eðli þeirra. Og síðan fjallað þetta, forseti, fjallað þetta að þetta sé mikill samfélagslegur kostnaður vegna slysa sem að þessu hljótast og heildarkostnaður vegna umferðarslysa árið 2009 samkvæmt þessari skýrslu mun hafa verið 22 til 23 milljarðar. En þarna sem sagt eru margar ábendingar til Reykjavíkurborgar það hvernig hún hefur verið að vinna að merkingu gangbrauta og mjög mikil gagnrýni kemur fram í þessari skýrslu. Hún með myndum þar sem að má sjá að ótrúlega margar útgáfur af gangbrautum að finna hér í Reykjavík. Og þá kemur náttúrulega að öðru, þar að segja hvernig horfir þetta við þeim sem að nú að stíga sín fyrstu spor og eiga að læra hvernig það að ganga borgina og Þórunn Magnea Magnúsdóttir sem fræðslufulltrúi og samgöngustofu var í fjölmiðlum núna ekki fyrir mörgum dögum
þar sem hún sagði með leyfi forseta: við leggjum áherslu á að það ekki gangbraut nema þar sem skilti. En vissulega höfum við fengið athugasemdir frá foreldrum sem fá frá okkur fræðsluefni þar sem við erum að tala að það sé gott að kenna börnum að fara yfir gangbrautir og hringja í okkur og nefna það sé engin gangbraut í þeirra hverfi. Og mér bent á það að í Norðlingaholti sé þetta akkurat staðan. Það kemur fram í þessu viðtali einmitt að það eru fræðsluefni, það eru bæklingar sem að Umferðarstofa gefur út, sem Samgöngustofa fyrirgefið, og þar einmitt eru myndir af gangbrautum eins og þær eiga að vera, en ekki eins og þær eru hér í Reykjavík, óljósar og skapa óvissu og óöryggi. Félag íslenskra bifreiðeigenda sem sagt tók þetta mál upp og núna með átak sem heitir Örugg leið í skólann. Og það stendur yfir núna og það meðal annars fólki í því að það eru þeir sem eru að ganga borgina, bara vegfarendur hinir ýmsu, hvattir til að taka myndir af óljósum leiðum. Og þetta auðvitað ekki bara eitthvað sem snýr að Reykjavíkurborg, heldur snýr þetta að landinu öllu saman. Og það sama þessa skýrslu hér sem ég var vitni í frá Mannvit, að það á við landið allt. En engu að síður að þá benda þeir hjá Félagi íslenskra bifreiðeigenda á stöðu Reykjavíkurborgar í þessu, og þetta nú ekki eitthvað flókið heldur, þetta bara eitthvað sem á þeirra heimasíðu, þar sem þeir eru að segja frá þessu verkefni. Og ég ætla þá að lesa bara nokkra setningar sem eru þarna á þessari heimasíðu sem undir þessu átaki félagsins, en ég held að flestir hafi kannski tekið eftir því að bæði samgöngu sérfræðingar og framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda hafa verið í fréttum og hafa verið að lýsa því hvaða hætta því fylgjandi að merkingar eru óljósar. En nú hefst lesturinn. Í grannlöndum okkar tíðkast að merkja gangbrautir rækilega auk þess sem ökumönnum gefið það skýrt og greinilega til kynna þegar þeir nálgast gangbraut. Það gert með yfirborðsmerkingum, umferðarmerkjum og skiltum sem minna á það að sýna beri sérstaka varúð. Í stærsta sveitarfélagi landsins, Reykjavík, hefur sú stefna verið ríkjandi langt árabil að merkja ekki gangbrautir á lögbundinn hátt með hvítum og svertum þverröndum. Hins vegar hafa eins konar gervi gangbrautir verið gerðar sem skapa fullkomna óvissu, bæði gangandi og akandi það hvort þar sé gangbraut eða ekki. Þetta telur FÍB afar misráðið. Og ætla ég nú að hætta að lesa þetta, virðulegur forseti, en það jafnframt vitnað í eitthvað sem yfirverkfræðingur hjá umhverfis- og skipulagssviði mun hafa sagt það að hann haldi að einhver stefnumörkun sé í gangi hjá borginni varðandi þetta, en nú ekki vissari það heldur hann að það svona talið eða ég held að það sé og svo framvegis. Þannig að svona lítur þetta nú út fyrir mörgum, og þetta svona maður verður svolítið hugsi yfir því hvernig þessu háttað, og líka hugsi yfir því að ökumenn, það ekki einu sinni ökumenn sem eru að ferðast landið eða ferðast útlanda sem að sjá þetta ósamræmi, heldur eru ósamræmi líka á milli sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Þannig sum sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu með nokkuð góða stöðu í þessum efnum. Þannig ökumenn sem aka þar vita svona hvernig þessi mál eiga að vera og koma síðan til Reykjavíkur og þá einhvern veginn allt annað. Það eru aðra merkingar, ég ætla ekki að fara út í það, þið þekkið þetta ágætu borgarfulltrúar, en merkingar eru margvíslega hér og svo hraðahindranir af ýmsu tagi og merktar með ýmsum móti. Þannig að götur, það svona einhvern veginn virðist vera hér í Reykjavík að það lagt meira upp úr því að þrengja götur eins og þá Hofsvallagötu sem nefndi áðan, götu eins og Sæmundargötu sem að mun taka 90 milljónir króna að þrengja, taka fram að býr enginn við þá götu og enginn beðið þessar þrengingar. Og svo það Borgartúni sem að kostar 230 milljónir að þrengja og svo Snorrabraut sem að kostar vist 15 milljónir að þrengja. Þannig það verið að þrengja götur, það verið að setja gríðarlegar fjárhæðir í það að þrengja götur með ýmsum hætti, ekki allt svona frumlegt eins og gert var á Hofsvallagötunni, en engu að síður verið að þrengja götur og gera umferð
erfiðara vik og trufla umferðarflæði. Nú enginn að tala fyrir því að umferð fari blússandi á urrandi spýtti í gegnum borgina, en það hins vegar má nú milli vera. Og í stað þess að byrja á réttum enda og tryggja það með réttum gangbrautarmerkingum, réttri lýsingu, réttum skiltum að það sé ljóst hver réttur gangandi vegfarenda er. Það er ekki ljóst í dag. Áherslan hér í þessum meirihluta hefur verið með öðrum hætti. Hún hefur, kannski að einhverju leyti hefur öryggi gangandi vegfarenda að einhverju leyti orðið undir þar sem áherslan hefur verið gríðarlega mikil á það að takmarka umferð og þó líka að auka þjónustu fyrir hjólandi sem er ágætt og enginn að draga úr því. Allir sammála því að það má auka aðstöðu hjólandi umferðar í gatnakerfinu, en það verður auðvitað að hugsa heildstætt. Nú, ég hef verið að velta þessu fyrir mér, hvað er til ráða í þessu. Mér finnst það er ákveðnir duttlungar sem að augljóslega ráða oft því hvernig málin fara, hvernig götur eru merktar og hvað gert er almennt á götum. Og maður velti fyrir sér að menn hefðu nú bara sleppt í til dæmis að setja 20 milljónir í þetta mjög umdeilda verkefni, og þó ekki mikið umdeilda því það er ekki margir sem mæla því bót, á Hofsvallagötunni, að setja það í stað þess í að gera merkingar eins og bara lög kveða á og umferðarlög eins og þau koma til með að líta út af því að frumvarpið liggur fyrir á þinginu kveða á því þau eru auðvitað miklu skýrari eins og væntanlega borgarfulltrúar sem eru í umhverfis- og skipulagsráði allavega þekkja, og auðvitað vonum við það að þau lög komi þá til með að ganga í gegnum þingið von bráðar. En sem sagt, ég tel að affæra Seilista-leiðin og kannski það sem ég mun þá leggja til á næsta fundi umhverfis- og skipulagsráðs, af því ég held að það sé rétti vettvangurinn, að það verði stofnaður samráðsvettvangur til að tryggja öryggi á gönguleiðum og samhæfingu gangbrautamerkinga. Þetta er skýrt og afmarkað verkefni þessa samráðshóps sem myndar yrði. Hugsanlega er þetta átaksverkefni, þar að segja vel tekst til, þá er þetta bara átaksverkefni og menn klára það verkefni, en það er nú ekki ólíklegt að þetta verði frekar viðvarandi verkefni. Í slíkum samráðshópi sem ég sé fyrir mér ætti að vera víður og hann mætti gjarnan vera bara nokkuð fjölmennur, það er bara ágætt. Ætti að vera fulltrúar auðvitað Umferðarstofu, Félags íslenskra bifreiðeigenda, skólasamfélagið, samtök foreldra og samtök aldraðra og fleiri sem að geta tryggt það að þekking á aðstæðum í hverfum borgarinnar verði grunnur að framhaldinu. Þetta ætti því að vera á breiðum grunni, þar sem skipst verður á hugmyndum og forgangsröðum verkefna og þau rædd og vettvangurinn ætti að vera virkur. Það er bara fyrir mig sem að horfi yfir svið og ég horfi á það starf sem unnið hefur verið hér á þessu kjörtímabili. Það finnst mér blasa við að þessi meirihluti hefur verið klaufi í samráði. Samráð hefur einhvern veginn, það byrjaði bara hreint og beint með skólatilraunum til sameiningar í skólum, grunnskólum, leikskólum og frístundaheimilum. Það sem að samráð var alveg í mólum og það eiginlega er fylgjandi þessum meirihluta á kjörtímabilinu og við sjáum það núna með til dæmis lítið verkefni eins og Hofsvallagötu, þar sem að samráðið er einhvern veginn líka alveg í mólum. Þannig ég vil bara segja það við þennan meirihluta að ég hvet hann til þess að taka slíkum tillögum þegar þær verða fram vel, kannski bara standa með slíkum tillögum, vegna þess að það er þó ekki vegi að meirihlutinn sýni þá sanni að hann hefur áhuga á samráði, hann hefur áhuga á því að koma fólki saman, hann hefur áhuga á því að hafa fjölmennar samkomur þar sem að menn geta skipst á skoðunum og ég held að það er mjög mikilvægt fyrir borgarfulltrúa og borgarstjórn alla að vanmeta ekki borgarbúa, vanmeta þá ekki til dæmis
þegar kemur að því að skipta niður í fjárhagsáætlun, þetta auðvitað að gerast hratt til að komast inn í fjárhagsáætlun næsta árs, vanmeta ekki skilning fólks á því að það þurfi að spara og að það sé hægt að eiga skynsamlegar viðræður, hugmyndir og úrvinnslu verkefna með því fólki sem að kalla inn til slíkra verka. Það mín reynsla og ég held að það sé reynsla flestra að það besta leiðin, betur sjá augun auga, besta leiðin að fá sem flesta að slíku borði til þess að ná sátt þessa hluti og með þeim hætti að auka öryggi, ekki síst öryggi skólabarna hér í Reykjavík. Þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Páll Hjalti Hjaltason. Ágæti forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil þakka borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni fyrir ágæta framsögu og ég get tekið undir margt í hans málflutningi. Það hafa orðið miklar breytingar á síðustu árum á því hvernig borgir hugsa og skilgreina samgöngur. Það alls staðar verið farið að fordæmi þeirra borga sem að lagt hafa miklar áherslur á fleiri samgöngumáta en einkabílinn. Það gangandi, hjólandi og almennir samgöngur. Við erum langt á eftir flestum borgum í Evrópu í þessari þróun. Auðvitað eru aðstæður allstaðar einstakar. Oft talað veðrið hér á Íslandi. Auðvitað búum við norðarlega og veður oft leiðilegt. Og það verður líklega og hugsanlega erfitt að ná þeim árangri sem hefur náðst í borgum sem eru betur staðsettar, betra veðri, flatari. Borgir sem hefur unnið að innviðum markvisst fyrir gangandi og hjólandi í marga áratugi. Og þetta manni þá í huga að nefna Kaupmannahöfn og Amsterdam. Þó eru þær hvorugar suðlæga borgir og búa nú við öll veður. Þannig að það nú ekki sjálfgefið að það sé bara veðrið sem hamlar því að við getum breytt samgöngumynstrinu. En maður líka veit og hefur heyrt að við fórum frá umhverfis- og skipulagsráði nokkur í heimsókn til Portland í boði bandarísku ríkisstjórnarinnar að kynna okkur samgöngumál og þar sá maður mjög skýrt að gamla setningin "Build it and they will come" gildir mjög vel samgöngumál. Ef þú byggir hjólastíga þá byrjar fólk að hjóla. Ef þú byggir göngustíga þá byrjar fólk að ganga og ef þú byggir vegi þá byrjar fólk að keyra. Þannig að þetta ekki alveg, þetta ekki náttúrulögmál, það hægt að stýra þessu og borgir eru í meira mæli að stýra þessu. Annað sem alltaf mikilvægt að hugsa og hefur nú oft verið sagt í þessum sal, það þétting byggðar sem lykillinn að mörgu og meðal annars lykillinn að fjölbreyttari ferðamátum, gefa fleiri íbúum möguleika á því að búa nálægt vinnustað. En það má víða laga hlutina og þannig verður það nú alltaf. Gatnakerfið þarf alltaf að vera í stöðugri endurskoðun. Varðandi umræðu hér sem á undan mér voru hjá borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni og skýrslu Mannvits ástand göngustíga á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Þá get ég sagt það að á þessu ári, strax í kjölfar þeirrar skýrslu var sett á stað vinna við að gera leiðbeiningar það hvernig gangbrautir á mismunandi stöðum í Reykjavík skulu merktar. Og ég get upplýst það hér að þeirri vinnu að ljúka og reikna með að hún verði kynnt í umhverfis- og skipulagsráði á næsta fundi í næstu viku. Og það vissulega réttmætt gagnrýni að merkingar eru mismunandi og góð ástæða sem kom vel fram í þessari skýrslu að taka því taki. En sem sagt sú vinna í gangi og mikilvægt að klára hana með sóma og ég alveg til í að ræða samstarfshópa en mikilvægast náttúrulega að þeir séu markvissir og vonandi höfum við núna efni við til þess að það verði. En allt á sína ástæður, undirrót mismunandi merkinga meðal annars svo að ákvörðun var tekin fyrir ca. 20 árum
nánast að hætta að merkja með sebramerkingu. Rannsóknir erlendis höfðu þá sýnt að sebrabrautir veittu falskt öryggi, gangandi treystu þeim en ökumönnum var ekki treystandi. Þannig að það ullu raunverulega slysum. En það hefur margt breyst á 20 árum og það má nú í kjölfarið þess minna á almenna umræðu í dag sem mjög ofarlega baugi í samgöngumálum. Það um svokallað shared space eða svona alrými í umferðarkerfinu sem byggir raunverulega á lágmarksmerkingum og gagnkvæmu tilliti. Meiri merkingar þýða ekki endilega aukið öryggi. Það sem skiptir mestu máli varðandi öryggi gangandi alltaf það að lækka hraða í umferðinni á íbúðargötum og það hefur verið unnið samfellt að því. Það sem gangandi og sérstaklega það sem gangandi eru mest á ferli eins og í kringum skóla. Stöðugt verið að kalla á lægri umferðarhraða. Þetta mjög algeng rödd frá íbúum borgarinnar að lækka umferðarhraða. Margar hraðahindranir hafa síðan við notað það sem gangbrautir þó það sé ekki skilgreindir sem slíkar. Og það alveg umræða sem þarf að taka. Það að það jafnvel meira öryggi að umferðin hægi á sér og allir svona vakna til lífsins og einhver getur farið yfir og allir meðvitaður það heldur en að fólk ani út á gangbraut og bílarnir keyri síðan á þau, sem líka til. En það vantar líka oft í þessu umræðu og mér finnst áhugavert með þessu umræðu sem svo ágæta félag FIB hefur stefnt til að það ekki mikið verið að kalla ökumenn til ábyrgðar. Það nú einu sinni ekki gangandi sem valda slysunum. Og eitt af því sem mikilvægast að gera að lækka hraða, eins og ég sagði það. Það hefur verið sýnt fram á að 30 km hraða eru líkindi þess að gangandi vegfarendur látist við ákeyrslu lítil eða 10%. Ef hins vegar hraðinn 50 km, sem ekki mikill hraði í Reykjavík, eru líkurnar á banaslysi milli 70–80%. Þannig að hraðinn alltaf lykilmáli til að auka öryggi. Það má segja að við séum í miðri umbyltingu og því hvernig við hugsum gatnakerfið. Framtíðarsýnin hefur verið vel skilgreind í þeirri endurskoðun á aðalskipulagi Reykjavíkur sem nú í kynningu. Fyrir utan stóra markmiðið að blanda betur saman íbúðasvæðum og atvinnusvæðum. Það má líka nefna stefnu borgargötur og aðalgötur og það einnig sett fram stefna hvernig má auka hjólandi og gangandi í umferðinni. Allar þessar breytingar miðast í raun að því að breyta gatnakerfinu á þann veg að ekki sé eingöngu miðað við einkabílinn. Að það sé líka öruggt að hjóla og ganga og almennu samgöngukerfi virki betur. Þá sýna líka dæmi erlendis frá að hlutfall þeirra sem velja sér aðra samgöngumáta en einkabílinn eykst við það að gefa þeim meira rými. Og þar með minnkar álagið á gatnakerfið því einkabílinn tekur að sjálfsögðu langmesta plássið á götunum fyrir utan það að vera langstærsti slysavaldurinn. Í skýrslu öryggi á og utan við gangbraut samin fyrir bíleigendafélög í 10 Evrópuríkjum koma fram áhugaverðar upplýsingar sem setja Reykjavík aðeins í samhengi og alltaf gott að hafa samhengi. Dauðaslysum af gangbrautum í þessum 10 löndum eru fæst í Hollandi eða 0,6 á milljón íbúa og flest í Noregi, 3,7 á milljón íbúa. Til samanburðar fjöldi dauðaslys í Reykjavík uppreiknaði með milljón íbúa 1,5. Við erum svona fyrir miðju, aðeins fyrir ofan miðju í því hlutfalli. Dauðaslys utan gangbrautar í Reykjavík þar sem að gangandi voru á leið yfir götu fjarri gangbraut. Ef það uppreiknast á milljón íbúa talan 5,6 og til samanburðar fjöldinn minnstur í Noregi 3 og mestur á Spáni 14,4. Og þar erum við hins vegar tiltölulega neðarlega og það kannski útskýrir líka landið og dreifbýlið það, fámennið út á landi. Þetta séum 3. neðst af þessum 10. Eins og Sviss, ég man rétt. Fjöldi alvarlega slasaðra og látinna gangandi í umferðinni hefur hins vegar fækkað í Reykjavík mjög mikið á 40 árum.
Þá var talan hátt í 60 manns á ári en síðasta áratuginn hefur hún verið 10 og undir 10. Þannig að það hefur mikið áunnist í umferðaröryggi Reykjavík þrátt fyrir allt, þó að vissulega megi margt enn betur gera eins og komið hefur hér fram. Ég held að megi fullyrða sú stefna að hægja umferð í borginni sé ekki bundin við stjórnmálaflokka. Sú þróun byrjaði fyrir mörgum áratugum. Það má nefna götur sem hafa verið þrengdar í því skyni að hægja umferð og gera þær öruggari. Augljóst að benda á Laugaveginn og Kvosina. Einnig má nefna Þórsgötu og göturnar í Grjótaþorpi sem hafa breytt í Vistgötur og Rauðarastíg, Suðurgötuna og fleiri. Það er mikið verk óunnið í umferðarmálum í Reykjavík og til að gera hana öruggari, en við erum sannlega á réttri leið. Það hefur verið í dag verið að endurgera töluvert af götum og má nefna Klappastíg, Frakkastíg, Hverfisgötu. Þar eru róttækar breytingar í gangi sem að vissulega hafa verið hluti af því að endurnýja lagnakerfi sem gera þetta ennþá róttækari breytingar. En í tækifærið þá nota til þess að hægja umferð, gefa öðrum samgöngumátum meiri forgang, hjólandi og gangandi og almennt að auka öryggi gatnanna. Og Borgartúnið er sambærileg hugsun. Snorrabraut er svona vissuleyti bráðabirgðalausn þó að hún er ekki tekin eins mikið í gegn eins og aðra götur sem ég nefndi hér áðan en er bókstaflega hugsuð til þess að gera hana öruggari. Þetta hefur verið ein hættulegasta gata, ef ekki hættulegasta gata í Reykjavík undanfarin ár. En við erum náttúrulega að byrja á þessu, þannig séð. Sæmundagata sem nefnd hér er vissulega býr enginn við hana en það er mjög mikilvæg tenging við miðbæinn frá nýjum og gömlum stúdentagörðum og háskólasvæðinu og það er hluti af því að styrkja innviði hjóla- og göngukerfisins. Það var nú ekki beint gangstétt og alls ekki hjólabraut. Og að lokum er nú ekki hægt annað heldur en að tala um heitu kartöfluna, stóra fílinn í herbergjunum sem er Hverfisgatan, sem að vissulega fór ekki alveg eins og við höfum ætlast til. Við vorum að búast við að sú breyting yrði nú ekki alveg eins óvinsæl, en það má hins vegar segja það enn og aftur að hún var hugsuð til bráðabirgða og hún var hugsuð til þess að skapa umræðu áður en endanlega breytingar verða gerðar í hverfisskipulagi. Og ef að aðalmarkmiðið með þessari breytingu var að skapa umræðu þá held ég að það hefði sannarlega tekist. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjalti Hjaltason lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Elsa Hrafnhildur Jómann. Forseti, ágæti borgarstjórn. Fyrir helgi fór ég aðeins svona að gera smá svona research fyrir öryggi annars staðar í heiminum og þegar Júlíus Vífill borgarfulltrúi Ingvason var hér í ræðu sinni og tekur það sérstaklega fram þegar vinur hans hringir í hann á Hofsvallagötunni og fer að ræða við hann hvað þetta sé mikið óöryggi varðandi þessar breytingar, þá myndi það mig pínlítið á akkúrat þennan stóra punkt í umferðaróöryggi sem er símnotkun bílstjóra. Og það er nú enginn að segja það að þessi maður hafi ekki verið með handfrjálsan búnað, en enga síður símnotkun ökumanna skapar gríðarlega mikið umferðaróöryggi. Þannig að ég vildi bara aðeins koma hérna upp og kannski bara að við myndum huglega það, kannski væri það ástæða til þess og það hefur verið gert annars staðar í heiminum, í stórum borgum, verið gert átak þess efnis, þá aðalega átak að úlingum að nota ekki síma með þeir eru að keyra, senn vera ekki að senda SMS, þannig að ég ætla bara að koma hérna upp og aðeins að viðræða við hópinn hvort að það veri eitthvað sem við ættum að leggja til, að við myndum gera pínu átak, reyndar eina átaki sem að ég man eftir að hafa borið árangur er sundkennsla í Reykjavík og á Íslandi. Þannig að ég veit ekki alveg hvort þetta myndi heppnast, en allavega þetta er bara hugmynd sem ég vildi bara
læða okkur. Takk. Þá hefur Elsa Hrafnhildur Jómann lokið máli sínu. Þá veitir stutt andsvar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú þakka borgarfulltrúanum fyrir að koma hér upp og vera fjalla aðalatriðin, ekki aukaatriðin, þar að segja hvort að sá maður sem hringdi í mig og var að bíða í Hofsvallagötu niður við Melabúðina og horfði á umferðina alla leið upp að Hringbraut, hvort hann var með handfrjálsan búnað eða ekki. Já, gott að vera í aðalatriðunum. Hann var reynda kyrrstæður sko, og ég hef sett í bíl með honum og hann með svona Bluetooth system á bílnum bara svona til upplýsinga fyrir þennan borgarfulltrúa. En ég held að við ættum nú bara að halda okkur við aðalatriðin sem auðvitað það að tryggja öryggi í umferðinni og það hvort einhver einn aðili hafi á rauðu ljósi tekið upp símann svo mikið aukaatriði að við skulum ekki eða tími í það. Ég vil þakka formanni umhverfis- og skipulagsráðs fyrir að koma hér upp og fjalla þessa hluti og fara yfir þessa stöðu öryggismála, sérstaklega gangandi vegfarenda sem að ég reyndi svona bara upptekinn svolítið af hér núna vegna þess að skólarnir að byrja. Þakka formannin fyrir það að greina frá því að það sé einhver hópur starfandi að þessum málum inn á umhverfis- og skipulagssviði. Ég verð til miður að segja það að ég hafði enga trú að því eitthvað væri að koma út úr því ég hafði spurst fyrir eins og ég sagði ræðumenni hérna áður og fengið mjög óljós svör það. Ég hlakka þó til að sjá þessar niðurstöður. Ég þeirrar skoðunar að það ekki bara einhverjar niðurstöður eða umfjöllun þá skýrslu Mannvit sem að ég fór hér yfir sem að skipta öllu máli. Það þarf átaksverkefni. Það þarf að fara betur yfir þessa hluti. Auðvitað skiptir hraði bíla máli og auðvitað sammála það að það verður að halda hraða niðri þar sem að það hægt og þar sem það á við. En það má ekki alltaf byrja bara einum enda. Við verðum líka að byrja á þeim enda sem skiptir líka miklu máli og það eru til dæmis gangbrautirnar og öryggi barna. Og það svo sem alveg rétt hjá borgarfulltrúnum að FÍB hefur auðvitað oft hugsað bíla. En það hins vegar kannski líka ekki rétt að fara að tala ökumenn eins og þeir séu sekir eitthvað umfram aðra, bara benda borgarstjórn á það og borgarfulltrúum að öll við ökumenn og allir borgarbúar meira og minna sem komnir eru á þann aldur eru ökumenn. Þetta eru bara borgarbúar. Þá hefur Júlíus Vífill Ingvarsson veitt andsvar við ræðu borgarfulltrúa Elsu Hrafnhildar Jómann. Andsvörum lokið, þá tekur til máls borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessar góðu umræður hér mál sem að skiptir einna mestu máli í borgarlífinu. Það að við komumst örugg borgin okkar. Af því að Elsa Hrafnhildur Jómann borgarfulltrúi og Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi voru að ræða átök. Þá hef ég, þar að segja ekki átök í merkingunni að takast á, heldur átak í einhverju. Að gera átak í einhverju eins og til dæmis í því að auka öryggi gangandi. Þá nefni ég það nú í framhjálaupi áður en ég svona hef mál mitt það sem ég ætlaði fyrirfram að segja. Að það átak í umferðaröryggismáli sem ég held að hafi heppnast einna best eina átakið þar sem ábyrgðinni á öryggi gangandi var velt yfir á ökumannin vegna þess að oftast átak í öryggi gangandi velt yfir á börnin. Það tekið fram ef að þau voru ekki með hjálm ef þau duttu af hjóli. Þeim sagt að vera með endurskinsmerki. Þeim sagt að hlaupa ekki út á götuna og svo framvegis. Allt gert til þess að ábyrgðin sé þeirra en ekki ökumannsins. Þegar að í rauninni ættum við að reyna að uppfræða ökumennina sem eiga að vera eldri og þroskaðari og kenna þeim að umgangast svæði þar sem að börn gætu verið að leik. Og það átak sem einna best heppnaði því átakið sem bar titilinn á eftir bolta kemur barn. Og þar var sem sagt ökumaðurinn settur í þá stöðu að hann yrði að passa sig ef hann sæi bolta koma út á götuna af því að barnið myndi hlaupa á eftir boltanum alveg sama hversu oft því væri sagt að gera það ekki. Þannig að það átak að minnsta kosti svona í mínu minni
var einna áhrifamest og þetta var í bílrúðum flestra bíla hér í borginni á þeim tíma og ég held að þetta hafi haft töluvert mikið að segja. Í framhaldi af því voru síðan gerð 30 km hverfin í kringum skólana sem að nánast útrýmdu hörmulegum slysum sem að höfðu verið allt of tíð umhverfis skólana þar sem að bílar keyrðu á börn sem voru á leiðinni í skólan. Og það með það sem ég vildi tala en það hraði bílana. Okkur tókst sem sagt að útrýma nánast þessum hræðilegu slysum sem að urðu í kringum skólana með því að setja á 30 km hverfi sem að gengur sem sagt út á það að láta bílana aka dálítið hægar og í rauninni þrengja dálítið að bílnum þar. Það voru settar hraðahindranir og þrengingar þar sem að kemur inn í 30 km hverfin til þess að segja okkur bílstjórunum nú ertu komin inn á þetta svæði þar sem þú mátt ekki keyra hraðar en 30. Þetta hafði tilætluð áhrif og menn keyra hægt á þessum slóðum sem betur fer og lögreglan hefur mjög öflugt eftirlit með þessum hverfum og hefur sagt það í samtölum við nefndir og ráð borgarinnar að þessi hverfi séu vel heppnuð og mætti jafnvel víkka þau út. Ég þakka borgarfulltrúa Júlíusi Vífli Ingvarssyni líka fyrir að nefna mjög mikilvæga skýrslu sem að sýndi fram á slælegar merkingar á því hvernig gönguþveranir svokallaðar eða gangbrautir þeirra sem eru gangandi eru merktar. Það þarf að gera bragarbót á þessu og bæði borg og ríki þurfa að taka sig á hvað þetta varðar. En þessi skýrsla líka þess virði að rifja upp vegna þess að kaflinn í henni sem fjallar umferðaröryggi hefst á eftirfarandi orðum með leyfi forseta. Sýnt hefur verið fram á að hraði ökutækja hefur mikil áhrif á annars vegar fjöldaslysa og hins vegar alvarleika umferðarslysa. Öruggast að skilja gangandi og hjólandi frá ökutækjum en þegar það ekki mögulegt verður að grípa til aðgerða til að halda hraða ökutækja það lágum að hættan á alvarlegum slysum verði lítil. Og þetta mjög gott að rifja þetta upp og ég ítreka því að Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi var frammi. Ég þakka honum fyrir að koma með þessa skýrslu hérna inn. Við kannski hefðum betur rætt hana leið og hún kom inn í umhverfis- og skipulagsráð á sínum tíma því að í henni fjölmargt sem þess virði að ræða. Og einmitt þetta að það hraðinn númer 1, 2 og 3 sem að óvinnur gangandi vegfarenda. Og þess vegna virkuðu vel 30 km hverfin eða svæðin og þess vegna virka vel þær aðgerðir sem að farið í til þess að reyna að lækka hraða. Á ensku nota þeir ekki orðið hraðalækkandi, þeir tala traffic calming eða umferðarróandi aðgerðir. Þar sem að menn reyna að róa umferðina með góðri hönnun. Og það ekki alltaf hraðahindranir eða þessar bungur sem við erum með hérna. Það heldur ekki svona fánar og fuglahús eins og á Hofsvallagötunni. Götunum leyft að halda svona ákveðnu breiðgötu yfirbragði en þær eru þrengdar, gangstéttirnar víkkaðar og ökumanninum svona gert ljóst með ýmiss konar aðgerðum að hann á að keyra hægt. Bannorð að vera með mjög mikið af skiltum sem að einhvern veginn gera það yfirbragð að þarna sé einhverja hraðbraut að ræða. Þessar umferðarróandi aðgerðir nokkuð sem ég held að við getum lært af. Ég ætla að vitna aftur í skýrsluna með leyfi forseta undir umferðaröryggiskaflanum líka. Rannsóknir benda til að 90% gangandi vegfarenda lifi af ef hraði við ákeyrslu 30 km á klukkustund. Þetta hlutfall hratt að breytast þegar hraðinn 50 en þá verður hættan á banaslysi 8 sinnum meiri, sem þýðir aðeins 20% lifa áreksturinn af. Tilvitnun lýkur. Þetta eru ótrúlega sláandi tölur. Þetta nánast snýst við. Það eru 10% líkur á því að þú deyir eða slasist alvarlega ef að bíllinn á 30 en það eru 10% líkur á að þú lifir af 10-20 ef að bíllinn á 50. Og eins og margoft hefur verið rætt þá
þá er þetta svona veldislíkan. Þetta er ekki línuleg tengsl. Þetta er ekki þannig að hættan sé örlítið meiri eftir því sem að hraðinn eykst örlítið. Þetta tekur kipp eftir 30 km. Þannig að ég tel, ágæta borgarstjórn, að innan skólahverfa ættum við að kappkosta að hraðinn sé ekki meiri heldur en 30. Á þessu geta verið undantekningar. Við þurfum að skoða ýmislegt sem að kemur inn í þessa jöfnu. Sums staðar mótmælir Strætó og segir, heyrðu, við getum ekki haldið áætlun ef við megum bara keyra á 30. Sums staðar myndi atvinnulífið mótmæla og segja þetta er of hægt fyrir okkur á of löngum kafla eða eitthvað slíkt. En ég held að við ættum að horfa á þetta sem ákveðna meginreglu vegna þess að ef slysið verður þá munar öllu hvort bíllinn er á 30 eða 50. Ég vildi líka nefna í tengslum við þetta ótrúlega rugl sem er á umferðarmerkingum við þessar gönguþveranir og við þurfum að kippa í liðin og ég fagna því eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason að það sé von á einhverjum aðgerðum og áætlunum það hvernig við bregðumst við þessari skýrslu. Að það er þannig að af þessum hættulegustu slysum í umferðinu á árunum 2007 til 2011 þá eru næst flest þar sem er ekið á gangandi á merktri gangbraut. Næst flest alvarleg og banaslys eru þar sem að gangandi vegfarandi telur sig vera öruggan vegna þess að hann er á gangbraut merktri en bíllinn tekur ekki jafn mikið mark á því og gangandi og það er ekið á hann. Þetta eru á árunum 2007 til 2011 rúmlega eða rétt 30 slys. Og það er auðvitað mjög alvarlegt og þetta er ástæðan fyrir því að samgöngustjóri í Reykjavík og samgönguskrifstofa hefur lagst gegn þessum sebrabrautum. Ég er ekki alveg viss um að ég sé sammála þeirri meginstefnu, en þeir bera fyrir sig eða hafa notað til grundvallar sinni skoðun, rannsóknir erlendis frá og þessar tölur sem bendir til þess að ökumenn taki ekki jafn mikið mark á þessu og gangandi fari út á þessar sebrabrautir án þess að gá nógu vel að sér og þess vegna verði slysin. Þetta er eitthvað sem við eigum að ræða við okkar góðu samgöngu sérfræðinga. Þeir hafa mjög margt til síns máls en sú skoðun er vaxandi, leyfi mér að segja víða heim að sebrabrautir geti átt við ef þær eru rétt gerðar. Það eiga til dæmis ekki vel við þar sem þú ert að þvera 2 akreinar í hvora átt vegna þess að þá stoppar ökumaðurinn á akreininni sem er nær þér en hinn gerir það ekki og þá er voðinn vís. Það var þetta sem ég vildi segja, virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vona heitt og innilega að þetta skólaár hefjist án þess að við fáum alvarleg slys í umferðin umhverfis skólana. Við eigum að geta gert það. Ábyrgðin er að mínu mati hjá okkur ökumönnum. Við eigum ekki að velta henni yfir á börnin sem eru að stíga sín fyrstu skref, nánast í orðsins fyllstu merkingu, í átt að skólagöngunni. Auðvitað eigum að brýna fyrir þeim að fara varlega en ábyrgðin er hjá okkur. Við eigum að keyra hægt, hvort sem að merkið segir 30 eða 50 og við hér í borgarstjórn held ég ættum að skoða þessi 30 km hverfi, hvort að mætti víkka þau út og eins þessar hættulegu götur sem að skera skóla og tómstunda hverfi. Þá er borgarfulltrúi Gísli Marteinn Baldursson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti og virðulega borgarstjórn, þetta er mikilvæg og góð umræða og það hefur nú reyndar komið fram margt af því sem að ég ætlaði að segja hérna en kjarninn í því er meðal annars að það er hættulegt þegar bílar keyra á fólk því að þá er að ræða mjög þung farartæki úr járni sem að keyra á mjúkan líkama sem að hefur yfirleitt mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér og það hefur verið tvítekið hérna hvað skiptir gríðarlega miklu máli að
farartækið sé ekki á mikilli ferð. Við heyrðum tölurnar hérna hvað munar miklu þegar bíllinn á 30 km hraða og þegar hann á 50 km hraða. Ég vil líka taka undir það sem að borgarfulltrúinn Gísli Marteinn sagði hér áðan, að tilhneigingin hefur verið mjög ríkjandi í þá átt að þegar verður slys að þá hefur gangandi og hjólandi vegfarendum beint og óbeint verið kennt vegna þess að þeir hafa ekki verið með hjálma, ekki verið við endurskinsmerki eða gengið vitlaust yfir göturnar. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að beina þunganum í þeim aðgerðum sem verið að gera að bílstjórunum, því að það eru þeir sem að valda slysunum, það eru þeir sem að eru á þessum hættulegu ökutækjum og þess vegna ber þeim fyrst og fremst að sýna mikla varúð. Það hefur verið fullyrt hérna eitt og annað í sambandi við slysahættu í Reykjavík og við heyrðum hér reyndar forvitnilegar tölur það hvernig það í alþjóðlegum samanburði og það var hér í útvarpsþættinum í Bítið daginn viðtal við varaformann FÍB sem að fullyrti ranglega að vegna þess hvað hér væru slakar umferðarmerkingar í Reykjavík að þá væru hér fleiri slys, alvarleg slys heldur en í nágrannasveitarfélögunum. Ég fór aðeins að skoða þetta og þá kemur í ljós að í fyrsta lagi þessi mikla árangur sem hefur náðst í því að fækka slysum á gangandi vegfarendum, það er að segja þegar bíll keyrir á gangandi vegfarenda 1998 ef ég man rétt, voru það 80 ári, í fyrra árið 2012 voru þau milli 40 og 50, þannig að þeim hefur fækkað helming sem ótrúlegur árangur og sérfræðingar borgarinnar eru á einu máli það að það fyrst og fremst því að þakka að það hefur tekist að hægja umferðin í borginni. 30 km af götunum hefur fjölgað og það hefur tekist einnig að hægja umferðinni einmitt með þrengingum og hraðahindrunum. Í sambandi við banaslys að þá eru tölurnar einhvern veginn þannig að þær hafa undanfarin 10 ár og ég segi þetta með þeim fyrirvara, ég hef ekki nákvæmar tölur en þetta eftir minni, það bil eitt banaslys eða rúmlega eitt banaslys í Reykjavík á ári og það langt undir meðaltali og ef ég man rétt að þá eru þau rúmlega 3 á höfuðborgarsvæðinu öllu og ef maður reiknar þetta út frá höfðatölu og þá eru þau hlutfallslega færri í Reykjavík en í öðrum sveitarfélögum. Og niðurstaðan sú að Reykjavík einn öruggasti staðurinn, eitt öruggasta bæjarfélagið þegar kemur að umferðarslysum eða hættu í umferðinni sem betur fer. Það ekki gert af sjálfu sér, svo það sé endurtekið, það hefur gerst út af sameinuðu átaki, ég held, allra flokka, embættismanna og sérfræðinga. Borgarfulltrúinn Gísli Marteinn nefndi hér frábært átak sem hét á eftir barni kemur bolti eða á eftir bolta kemur barn, sem yfirleitt þannig. Og þetta eitthvað sem við getum glaðst yfir og þannig að mér finnst það svolítið sérkennilegt þegar menn í ábyrgðarstöðum koma og fullyrða eitthvað annað, en það ekki þar með sagt að við séum búin að ná settu marki því að eins og Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi gat hér áðan, þá þetta eilífðarverkefni og þetta þurfum við að standa því öll saman. Ég held að við svona flestum atriðum séum við sammála. Ég gekk hér hjólað háskólasvæðið í dag yfir Hringbraut þar sem að gangbrautin kemur nánast í beinu framhaldi núna af Tjarnargötu. Hjólaði eftir Sæmundargötu og skoðaði hérna fallegu stúdendagarða sem hafa risið núna við Aragötu, ef ég man rétt,
í næsta nágrenni við Sæmundargötu og ég verð að segja það að þar hefur átt sér stað alveg frábærlega mikil framför í umferðarmálum, í aðgengismálum fyrir fótgangandi vegfarendur fyrst og fremst og hjólandi fólk. Það var fjöldinn allur af fólki sem gat nýtt sér á einhvern veginn mjög eðlilegan hátt að fara yfir á nýju gangbrautarljósunum og nýju gangbrautinni yfir Hringbraut. Ef ég man rétt að þá var græna ljósið á gatnamótunum eða á ljósunum og gangbrautinni sem var þarna neðar 6 sekúndur en ég held að það sé orðið helmingi lengra núna. Og þetta frábært dæmi það hvernig 10.000 eða 12.000 stúdentar hafa núna jafn mikinn rétt til þess að þvera götuna og bílarnir sem keyra eftir henni. Og þegar maður sér hvað þetta rauninni einhvern veginn fer vel fram og lítur vel út og virkar vel að þá undrar mann það meðal annars að til dæmis að háskólinn skyldi ekki hafa fyrir lifandis löngu krafist þess að eitthvað slíkt gert. Það var í rauninni ekki heldur þetta komið frá borginni að fara út í þessar aðgerðir og ég held að þær hafi verið frábærar. Þegar umferðin mest snemma á morgnana og svo síðdegis þá hefur komið til þess að það myndast smá umferðarteppur smá stund við Melatorg. Og að mínu mati það ekkert óeðlilegt að það myndist umferðarteppur þegar það sem kalla svona rush hour, því að það líka rush hour, svo ég leyfi mér að sletta hjá öllum þessum fjölda gangandi vegfarenda, stúdenta og starfsmanna háskólans sem að fara þarna yfir umferðarljósin. Þannig að mínu mati ríkir þarna jafnræðisregla og þetta nokkurs konar samrými gangandi, hjólandi og akandi vegfarenda. Að því að var minnst þér áðan á Sæmundargötu að þá ég algjörlega ósammála borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingvarssyni það að þetta sé einhvern veginn óráðsíu og óþarfi. Ég held að þetta sé einmitt frábær aðgerð. Það eru núna stúdentar, það eru búið að byggja, það verða að klára að byggja einingar fyrir 300 stúdenta, íbúðar einingar í allra næsta nágrenni við Sæmundargötu og mér finnst það smá útisnúningur haldi ég fram að búengi við Sæmundargötu. Þarna búið að gera sem sagt fínan hjólastíg, breiða gangstétt. Þannig að ég held að þetta verði þessu svæði til mikil sóma, borginni til sóma og ég held að menn muni sjá mjög fljótlega að þetta var heilmikil framsýni í að ráðast í þessar aðgerðir. Ég verð líka að segja það að mér fannst svona pínulítið og nú ætlum ég ekki að vera með einhver leiðindi en mér fannst aðeins þversagnakennt í málflutningi hjá borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingvarssyni að annars vegar að leggja áherslu á öryggi í umferðinni og hins vegar fannst mér gæta, en veit ég kannski misskilningur hjá mér, létts pirrings yfir þrengingu gatna og hraðahindrunum. Það voru nefnt dæmi Sæmundargatan sem ég gat áðan sem óráðsíu kostnað, það var nefnt Hverfisgata og Snorrabraut og svo auðvitað hinn margfræga Hofsvallagata. Allar þessar aðgerðir sem eru á þessum götum varanlegar eða til bráðabirgða, það eru einmitt til þess að auka svigrúm, auka rýmið fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur og auðvitað þrengja aðeins á bílunum sem að verður til þess að hægist örlítið á bílaumferðinni. Þessar götur munu afgreiða jafn mikið af magni bíla eftir sem áður. Þetta hægir einfaldlega örlítið á umferðina á þessum götum og það var ekki vanþörf á. Snorrabraut hefur lengi verið ein hættulegasta gata borgarinnar. Þar hafa undanfarin ár orðið 2 banaslys og ég spyr, ekki til einhvers unnið þó að það hægi örlítið umferðinni ef að við náum þeim árangri að fækka banaslysum eins og þau svo sannarlega gerst undanfarin ár og við þurfum að halda áfram að gera og það eykst þá sem sagt öryggi gangandi vegfarenda. Ég tel að, og mér fannst það líka ósanngjarnt og að því að þá kom fram hjá borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingvarssyni þar sem að hann nánast gaf í skyn að öryggi gangandi vegfarenda hefur orðið minna hjá þessum meiri hluta heldur en var. Ekki dettur mér í hug að halda því fram að
sá borgarstjórnar meirihluti sem var hér síðast, að hann hafi með aðgerðum sínum eða aðgerðaleysi valdið því að öryggi gangandi vegfarenda hafa orðið minna. Tölurnar tala sínu máli, ég nefndi þær áðan. Slysum á gangandi vegfarendum hefur stöðugt fækkað undanfarin 10 ár og það eru mörgum borgarstjórnar meirihlutum að þakka. Og ég vísa því algjörlega frá að það sem að þessi meirihluti hefur gert, aukinn meirihluti liggur mig við að segja, því allir flokkar hafa verið sammála því í stórum dráttum, að þessar aðgerðir sem við erum að fara í með því að auka plássi fyrir hjólandi og gangandi vegfarendur, með því að þrengja að bílaumferðinni á hættulegum götum, ég tel engan vafa á því og reynsla sýnir okkur það að þetta eru raunhæfar aðgerðir sem að munu hafa þann árangur að gera göturnar í borginni öruggari og borgina sjálfa vistvænni. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil eins og aðrir þakka fyrir þessa umræðu. Það er vel við hæfi að hún eigi sér stað núna þegar skólarnir eru að byrja og fjöldi nýrra vegfarenda, gangandi vegfarenda kemur á götunar. Umferðaröryggismál eru auðvitað eitt af þessum eilífðarmálum sem ég held að við öll reynum að láta og viljum láta gott af okkur leiða í. Vissulega er erfitt út frá tölfræði öðru að líta á þessi mál frá ári til árs. Ég hygg að þegar við lítum á þau til langs tíma, svona eftir áratugum, þá ég tek undir með öðrum sem hafa sagt það, þá verður því ekki neita að mikill árangur hefur að mörgu leyti náðst. Hér áður fyrr þá voru banaslys í umferðinni mun fleiri í borginni en þau eru núna. Voru oft mörg á ári og smá saman þá reyndu menn að ná völdum á þessu viðfangsefni, fækka slysum. Ef ég man rétt þá var það ekki óalgengt svona á 8. áratugnum að banaslys í umferðinni væru oft jafn mörg á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi og oft mörg ári. En með samstilltu átaki þá var vinnubrögðum breytt hér í Reykjavík og ég held að hafi svona verið, það með segja að sú vinna hafist svona upp úr 1975 og ýmislegt gert. Það skipti örugglega miklu máli þegar farið var með markvissum hætti að greina svokallaða svartbletti í borginni, sem sagt hættulega staði og fá umferðarverkfræðinga sem þá voru nýmenntaðir í þessum fræðum erlendis til þess að taka þessi gatnamót föstum tökum og breyta þeim með það markmiði að draga úr slysahættu á þeim. Menn voru líka ófeimnir við að leita í smiðju til útlanda, fá ráðgjöf frá erlendum borgum, ekki síst í Svíþjóð og á Englandi, sem höfðu náð miklum árangri við að ná slysum hjá sér. Og þetta bar smá saman árangur. Þekktir slysastæðir í borginni voru bara teknir á umferð, gatnamótun var breytt með einum öðrum hætti. Það skipti líka miklu máli þegar hugmyndafræðin 30 km svæðin fór að ryðja sér til rúms. Ég hygg að fyrsti borgarfulltrúinn til að mæla fyrir því og kom með það hingað í borgarstjórn hafi verið Katrín Fjellsteð læknir og minnir að fyrsta 30 km hverfi hafi verið skilgreint 1985 eða 6. Og smá saman óx þessari hugmyndafræði fiskurinn hrygg og hún var færð út í öll íbúa hverfi borgarinnar og ein mikilvægasta hugmyndafræðina baki 30 km hverfunum er einmitt svo að ná hraðanum niður í íbúa á götum en það felst þá líka í því að það sé ákveðið svigrúm gefið fyrir bíla að fara aðeins hraðar á stoppbrautum, líka ákveðnum tengigötum. Fá bílana sem fyrst út úr hverfinum, þar sem börnin eru, út á tengigöturnar og stoppbrautirnar, þar sem fólk nota síðan
til að komast á milli hverfa og það sé bara skilgreiningar atriði hvað við leyfum mikinn hraða þar. Ég held að það er ekki hægt að segja annað en þessi stefna hafi bara í stórum atriðum heppnast mjög vel. Orðið success hvílir á ýmsum stoðum. Það má ekki gleyma því að bara áróður í umferðinni, áróður gegn umferðarslysum var stóraukinn á þessu tímabili sem ég tala þannig að það hjálpaðist margt að og við náðum í Reykjavík náðist á nokkur áratuga tímabili gífurlegur árangur við að fækka slysum og þeim fækkaði. Það eru meira sem farin að koma, ég held að það hafi verið 1997 sem fyrsta banaslysalausa árið kom, það var auðvitað stór áfangi. Heilt ár án banaslyss í Reykjavík sem bara menn hefðu haldið kannski fram að því tíma að væri árangur sem var ekki hægt að ná. En þetta náðist og á þessum grunni eigum við auðvitað byggja og auka umferðaröryggið en frekar. Það er sérkennilegt og kannski skemmtilegt við þetta fræga Hofsvallagötumál að þar er einmitt komið inn á margvíslega hugmyndafræði, ákveðnar víddir í hugmyndafræðinni það hvernig að fækka slysum. Eitt atriði er þetta með hjólabrautirnar. Nú hygg ég það að flestir borgarfulltrúar, eða allir borgarfulltrúar, þeir vilja bæta aðstæður hjólreiðamanna í borginni og þá ekki endilega þrengja þá að annan umferð eða það stendur kannski stýrinir í borgarstjórn. Ég tel sjálfa mig hafa barist og ýmsir aðra borgarfulltrúar barist fyrir því árum saman að bæta aðstæður hjólreiðamanna í borginni en við höfum aldrei séð það kannski sem eitthvað mottó að þrengja þá að þeim sem kjósa bíl til að koma saman til staða. Allt þarf þetta að fara saman. Vissulega hafa oft verið hannaðar lausnir sem voru ekki nógu góðar gagnvart gangandi vegfarendum eða hjólandi vegfarendum og þá þurfti að laga það og ég held að ýmislegt hafi verið gert í því. Margt hefur gott verið gert. Sjálfur hefur mér fundist og hægt ganga við að leggja hjólabrautir inn í meðfram götum, meðfram samgöngumannvirkjum. Við sjáum erlendis, þar hafa Danir og Hollendingar til dæmis náð gífurlegum árangri við að leggja hjólreiðabrautir meðfram götum, meira að segja í gömlum borgarhverfum meðfram grónum götum, hafa náð ótrúlegum árangri við að leggja frekar svona mjóar hjólagrinnar meðfram gömlu götunum sínum, kannski nokkur 100 ára gömlu götum, en þrengja samt ekki einkabílnum í leiðinni. Það hefur verið mjög merkilegt að sjá þetta í þessum borgum. Hér sem sagt lengi vel hefur verið mikil áhersla lögð á að leggja hjólastíga sem sagt hjá okkur við hliðina á götunum meðfram Ægisíðu til dæmis þar sem eru nokkra metra bil milli götunar og hjólreiðabrautarinnar og það er að sjálfsögðu bara gott og blessað. Við höfum bætt aðstæður til hjólreiða hér í borginni á undanförnum árum bara og gert það sameiginlega en ég held að sóknarfæri á næstunni séu ekki síst að það sem götur eru þröngar að koma hjólreiðagreinum þar og það var reyndar samþykkt hér samhljóði í borgarstjórn árið 2002 þá var samþykkt hér umferðaröryggisáætlun sem átti að ná yfir árin 2002 til 2007 og eitt veigamesta atriði í þeirri áætlun var það að þar var ákveðin stefna gefin inn í borgarkerfi til embættismannanna að við lagningu nýrra gatna og endurbætur allra gamalla gatna þá eru það metið í hvert eitt sinn og að hvort ekki væri hægt að leggja sérstaklega hjólreiðaakrein meðfram götunni og þá var það hugsað að svona danskri og hollenskri fyrirmynd að það kæmi sem sagt í sérplani milli gangstéttarinnar og götunar og í sérstökum lit kannski sérstök hjólreiðabraut. Við höfum þá kynnt okkur það besta sem hefur verið gert erlendis og vildum gera það líka hér. En því miður, þrátt fyrir þessi stefna verið samþykkt með pompi og prakt í borgarstjórn, alveg einróma og margir borgarfulltrúar réttilega eignuðu sér hlutdeild í þessari áætlun, þá fannst mér ganga mjög hægt að koma þessari hugmyndafræði yfir til embættismannanna því að árum saman og ég held að sé ennþá mér sýnist að vera ennþá í sumar þar sem maður sér að eru dýrar gatnaframkvæmdir og gangstéttarframkvæmdir í borginni
þá finnst mér að það sé verið að gera við götur og gangstéttar án þess að bæta við þessum hjólreiðaakrinum þar sem það væri þó hægt. Það er haft að leiðarljósi í sumum götum en alls ekki öllum. Og síðan er það auðvitað, svo sjáum við það auðvitað þar sem þessi hugsun virðist þó hafa verið höfð á leiðarljósi eins og við Hofsvallagötu, að þar er verkefninu klúðrað með ævintýralegum hætti. Og þetta er ekki nógu gott. Og hlýtur að vera eitthvað sem við getum lært af, en ég held satt að segja að við værum búin að læra af þessu. 2002, fljótlega eftir samþykkt stefnuna, það gekk þetta mjög erfiðlega að koma stefnunni til embættismanna og fá þá til að lesa hana, en eftir stöðugt nöldur hjá mér og Árna Þór Sigurðssyni og Gísla Marteini Baldursssyni á sínum tíma, þá, eins og ég man það, þá var eitthvað gert. Ég man ekki hvor hjólreiðabrautin kom fyrst. Það var allan hafi ekki komið fyrst við Laugaveg og síðan við Lönguhlíð og góð aðgerð í báðum tilvikum en hlaut mikla gagnrýni hjá bæði bílstjórum og ekki síður hjólreiðamönnum og við fengum margar ábendingar frá þeim í kjölfarið og það var gagnrýnt að í Lönguhlíðinni hefði þessu verið bætt við, þetta væri hálfgerð við götuplanið við Lauga hefði þetta verið gert hlaðið, verið hleðsla með öðrum hætti og ekki eins og hjólreiðasamtökum vildi hafa þetta og ég taldi satt að segja í því tilviki að af þessu gætu við lært þegar við héldum áfram eins og allir voru sammála að gera að bæta hjólreiðaakrinu við gamlar götur. Nú síðan það var hins vegar bið á því að það væri gert, það var líka talað um þetta farið á þeim tíma mörgum árum farið yfir þetta samræmi sem Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi benti á réttilega væri svo mikilvægt að það hefði þurft að fara yfir umferðarlögin til að skilgreina betur rétt hjólreiða fólks. Nú öll þessi vinna hélt ég að væri í gangi. Á síðasta kjörtímabili þá var mjög mikið gert í að bæta aðstæður hjólreiða fólks og ég man ekki hverja tölurnar voru, ef við tölum bara um hjólreiðastígana þá er ég að tala um hjólreiðaakrina með frá götum en líka hjólreiðastíga. Ég held að það var talað um 20-földun eitthvað slíkt og þannig ég held að þessi vinna væri búin og menn væri svona komnir á það að komnir á eitt módel með þetta þegar hjólreiðaakrin er lögð með frá götu eins og Hofsvallagötunni þá væri menn bara komnir á væri menn orðið sammála um einhverja hönnun, eitthvað form sem ætti þá að vera allstaðar í borginni. Og sjálfsögðu bara best að taka upp þennan, ég veit ekki hvort það er algjörlega samræmdur staðall í Evrópu, en sjálfsögðu bara best að taka upp staðalinn sem hefur heppnast svo vel í Kaupmannahöfn eða Amsterdam, eitthvað slíkt. Þetta er eitthvað úrlausnaratriði fyrir embættismennina. En síðan er þetta lagt þarna með tilheyrandi kostnaði í sumar Hofsvallagötunni og þá sjáum við kemur bara allt önnur og ný útfærsla af hjólreiðabraut. Merkt með í mörgum litum, með einhverjum skræpóttum hætti, sem gerir það verkum allir að vera ósáttir, íbúarnir þarna vera ósáttir. Ég held að hjólreiðamenn sé ekki sáttir, þeir hafa árum saman beðið samræmda merkingar og þetta er bara ævintýralegt klúður og mér finnst að borgarstjóri hlýtur nú að vera búinn að kanna hvernig í þessu liggur og hann ætti auðvitað að upplýsa okkur það hér á fundinum hverjir bera ábyrgð á þessu klúðri. Og við Sjálfstæðismenn lögðum til að þetta er tekið, það er hættið þessa framkvæmd að borgarstjórnarmeirihlutinn taldi nú ekki rétt að gera það. Þannig að við þurfum ekkert að vinna okkur frá þessu. Og eitt af mikilvægasta í þessu er að það kann að vera, ég er hræddur að það sé slysahætta þessu samfara. Ég er hræddur að það sé slysahætta á Hofsvallagötunni. Þetta gæti valdið slysahættu eins og hefur verið gengið frá þessu. Og ég vil nefna því í sambandi að við sjálfsögðu ef við teljum að það sé hætta óhópum vegna þessar aðgerða þá hljótum við sem borgarstjórn að þurfa að grípa til viðeigandi aðgerða til að koma veg fyrir það. Nú í þessu tilviki, ég hef reynt að spyrjast fyrir það, ég hef reynt ekki fengið skýr svör en ég velti fyrir mér hvort að við þessa framkvæmd, hvort að mér sýnist að hafi ekki verið farið eftir reglugerðum ríkisins yfirborðsmerkingar. Og þarna komum við líka inn á atriði sem Júlíus Vífill borgarfulltrúi nefndi varðandi bara gangbrautarmerkingarnar. Þetta er varðandi hjólamerkingar. Og eins og menn vita það eru reglugerðir til þetta
Vegagerðin leggur mikla áherslu á það að sveitarfélög fari eftir þessu og ég veit alveg að það lítil sveitarfélög út á landi, þau njóta aðstoðar Vegagerðarinnar í þessum efnum, en það er eins og Reykjavík, ég veit ekki hvort að menn telji sig svo sérstaklega hér í Reykjavík af því að við erum höfuðborg að telji sig ekki þurfa að fara eftir þessum yfirborðsmerkingum. Og þetta er mjög mikilvægt, jafnvel þó menn sé ef það er þannig að verkfræðingar borgarinnar, ég veit ekki, ég get ekki ímyndað mér svo að segja, en ef þeir væru nú ósáttir við yfirborðsmerkingar Vegagerðarinnar, þá skiptir það ekki máli. Menn hljóta að sjá hvað það er mikilvægt að menn fari í sama landinu, þá fari menn eftir sömu reglugerðum yfirborðsmerkingar. Ég spyr til dæmis bara þegar maður horfir hérna á, þegar maður ekur eða hjólar eða gengur eftir Hofsvallagötuna, þá velti ég því fyrir mér. Má hjóla í báðar áttir beggja vegna? Hvernig er gert ráð fyrir því að hinn hjólandi umferð farið þarna fram? Má hjóla í báðar áttir beggja vegna? Hver er réttur ökumanna í hægri beygju og hverjar eru skyldur hans í hægri beygju þegar að menn hjóla eftir þessum hjólreiðastígum? En í vinstri beygju, hver eru réttur og skyldur hjólandi vegfarenda sem notfæra sér þessa hjólreiðastíga? Eins og við öll vitum þá er bannað að aka fram úr öðrum ökutækjum á vegamótum samkvæmt lögum og ég velti líka fyrir mér, það gildir að sjálfsögðu líka hjólreiðamenn, en þegar við höfum sett hjólreiðaakrein við hliðin á akbrautinni eins og þarna hvaða regla gildir þá? Það er bannað að aka fram úr á vegamótum samkvæmt lögum, gildir það ekki líka hjólreiðamenn á hjólarein eða hvað? Ég man eftir umræðu fyrir nokkrum árum í kerfinu þar sem við vorum að fjalla þetta vegna þess að það ætti að fara að fjölga hjólareinum og ég sé á hverjum degi að þessi atriði sem ég hef nefnt, þau valda ruglingi á Hofsvallagötu þegar að menn hjóla þar og aka á þessum akreinum hlið við hlið. Og ég hefði haldið að því það var talað þetta fyrir nokkrum mörgum árum þegar að menn fóru af stað, ég hefði talið að menn væri búnir að skýra þetta og menn færu þá í að fræða almenning, þá sem ekki síst vesturbæinga sem nota þessi mannvirki, hvaða reglur gilda þetta. En því miður í þessu tilviki, þar er bara rokið af stað að þess að menn viti rauninni, eða eins og ég segi, ég veit ekki hvort það er búið að skýra þessi atriði sem samt mjög mikilvægt. Minnir á annað leiðindamál sem var einstefnan á Suðurgötunni. Borgin ákvað bara þar að setja upp einstefnu án þess að hafa lögregluna með sér og ég man ekki 1 eða 2 ár. Það var óvissa þarna á Suðurgötunni, það var ljóst að einstefnan það var ljóst að lög höfðu ekki verið virt þegar einstefnan hafi verið sett á og til allrar hamingju þá held ég að það hafi ekki orðið alvarlegt slys meðan að þessum óvissutíma stóð. Meiri hlutin fór þá fram í þessu máli, setti þarna á einstefnu og það vissu það allir innan borgarkerfisins en samt mátti ekki hafa lögregluna í samstarfi. Þetta var 1 eða 2 ár sem var óvissu tímabil og það veit enginn hvernig það mál hefði endað fyrir rétti ef það hefði orðið slys eða alvarlegt slys út af þessari einstefnu þessum tíma. Því það er alveg ljóst að sá sem hefur verið dæmdur þar í órétti, hann hefur skotið málinu til dómstóla og haft svona case eins og þar segir. Þannig að ég nefni þetta sem dæmi að það er að mörgu að hyggja í umferðaröryggismálunum og mér finnst þessi meirihluti ekki hafa borið gæfu til þess að bara að hafa svona atriði í lagi og hvað mun þá hinn stærri mál og líka varðandi Hofsvallagötuna þá óttast ég líka, ég hef ekki ábendingar og kvartanir það nú þegar að þessar breytingar hafi orðið til þess að bílstjórar leiti inn í íbúahverfin, það sé meiri umferð fram hjá Melaskóla, Greinimil og Víðimilans íbúagötur, þannig að þá er þetta farið að virka, hafa þveröfug áhrif. Þrátt fyrir að meiningin hafi verið góð með þessum aðgerðum, þá sýnist mér að ef maður marka ábendingar á Vesturbænum, þá sé þessi aðgerð sem þegar farin að toga ómikla umferð af þessari tengigötu inn í íbúahverfin. Þetta held ég að við ættum að hafa í huga og ég held að sé neitt atriði viðbót sem ég vil nefna.
sem ég held að við ættum að beina til lögreglunnar að fylgjast betur með. Það er virðingarleysi ökumanna gagnvart gangbrautarljósum, það sem að ýtir á hnapp til að komast yfir. Það hefur verið þannig í mörg ár að það er eins og ökumenn virði síður þessi gangbrautarljós heldur en venjuleg umferðarljós og treysti því einhvern veginn að þar geti farið yfir á gulu og rauðu án þess að vera teknir. Það er auðvitað mjög slæmt vegna þess að þessi gangbrautarljós með hnöppunum eru mjög mikið notuð af börnum sem eru að fara á milli hverfa og þarna hafa orðið slys, kannski langt síðan, en mér finnst þetta vera, ég hef svona uggvænlega sýn á virðingarleysi ökumanna gagnvart þessum gangbrautarljósum og ég held að við ættum að skoða sérstaklega hvort ekki að setja auka umferðaröryggi við þau og sem væri sennilega allra best að lögreglan myndi fylgjast með þessum gangbrautarljósum með sama eða betri hætti og hún fylgist reglulega með venjulegum umferðarljósum í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið ræðu sínu. Þá er 2 borgarfulltrúar óska eftir því að veita andsvar við ræðu hans og fyrstur er borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Kæri forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, mér langar aðeins að bregðast við. Það er fyrst og langar að leiðrétta það sem mér skilst ég hafi kallað Hofsvallagötuna Hverfisgötu hérna í síðasta ræðu minni. Það leiðist hér með. Ég held að fólk hafi samt skilið mig þegar ég talaði um bleika fílinn og hérna í því máli. En mér finnst það nú líka dálítið, það var nú rætt hérna fyrir hérna ræðustól að fólk ætti að greina aðalatriði frá aukaatriðum og ef bráðabirgðabreyting á 1/3 af götu í hverfi borgarinnar orðið af aðal umræðefni hérna og þá er ég að tala um Hofsvallagötuna, þá finnst mér að fólk ætti að horfa á aðalatriðið. Þetta er ekki varanleg breyting og það má alveg ræða hana endalaust og ég vona að sú umræða skili sér mjög vel inn í framtíðar hönnun og endanlega hönnun á þessari götu. En það er til lítils einhvern veginn að fara hún í sauman á henni. Finnst mér að öðru leyti heldur en að nota það til þess að gera þá endanlega hönnun betri. Hins vegar þá vil ég bara segja það að það var rosalega gott að koma hérna inn í þennan málaflokk og finna að það var til hjólreiðaáætlun og finna að það var til áætlanir. Af því að það er það sem þannig á borgin að virka. Hún á að gera áætlanir sem að ganga yfir langt tímabil og allir meirihlutar geta gengið inn í og mátað sig í og unnið eftir. Og það er frábært. Það er hins vegar ekki til alþjóðlegu staðall hjólamál. Borgir gera þetta dálítið hvert með sínu sniði. Vissulega er til danska aðferðin og hollenska aðferðin og Portland aðferðin. Við höfum ekki alveg endanlega klárað hvernig við gerum það. Það er líka rosalega mikið eftir aðstæðum. Danska aðferðin er langt dýrust. Það er að færa til niðurföll og það er að breyta götukössum. Það er dýr aðferð. Ameríska aðferðin er ódýrari og einfaldari og kannski meira bráðabirgða og við þurfum að finna okkar eigin blönduðu leið í þessum málum. Takk. Þá er borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið við að veita andsvar. Og þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að skjóta að einu atriði úr umræðinu og í umræðuna vegna þess að öll þessi mál eru býsna flókin og það eru margar hliðar og ein aðgerð hefur einhverjar afleiðingar í för með sér sem menn sá ekki endilega fyrir. Þannig er þetta og þrátt fyrir allar svona samræmdar reglur og kröfur öryggi að þá er þetta í rauninni síkvikt og það gerist líka vegna þess að það eru sífellt að aukast kröfur borgarbúana göturýmið. Við þurfum ekki annað en að fara erlendis til margra þeirra borga sem Íslendingar elska og þá sjáum við hvað göturýmið er ofboðslega mikilvægt. En ég ætla aðeins að koma inn á þetta sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á í sambandi við óvissu og óöryggi. Og það er nefnilega það líka það og það var minnst á hérna stefnu sem er kallað shared space eða samrými og svo ótrúlegt sem það virðist og gengur hún svo stefna að vissan hátt út af það að skapa óöryggi. Og það er samkvæmt þeirri hugmyndafræði að þar sem að allt er merkt fram og tilbaka að þá hættir kannski aðilar bílstjórum, kannski líka hjólandi og gangandi vegfarendum að keyra í einhvers konar röri, það er að segja líta hvorki til hægri né vinstri og finnst ef að þeir bara gera allt rétt að þá þurfa þeir ekki að taka tillit til neins annars. Meðal annars af þeim ástæðum að þá
mótmælti þáverandi umhverfis- og samgönguráð aðgerðum vegagerðarinnar það að setja upp vegrið og auka við vegrið meðfram Miklubraut. Og okkar rök voru þau að með því ertu að skapa hraðbrautartilfinningu hjá bílstjórunum og hraðbrautartilfinningin sú, hérna getur þú keyrt eins hratt og mögulegt og þarft ekki að líta til hægri eða vinstri og nákvæmlega það hefur klofið hlíðarnar frá miðbænum. Og það einhvern veginn gefur þau skilaboð að gangandi vegfarendur eigi ekkert erindi þangað. Þannig að þetta eru flókin mál og það getur alveg í sumum tilvikum verið frekar gott að skapa örlítið óöryggi vegna þess að þá verða flestir bílstjórar fullkomlega alert og það líka vitað flest alvarlegustu bílslysin á Íslandi verða þegar aðstæður eru 100% góðar. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við ræðum nú umferðaröryggismál og mig langar að byrja á því að segja að ég þrífst ekki í líkamsrækt og ég hef nokkrum sinnum reynt að tileinka mig líkamsrækt, skráð mig í einhvers konar líkamsræktarklúbb og byrjað með góðum ásetningi svo mjög margir en síðan svona flosnað upp úr því, hætt að mæta og ég bara, þetta hendar mér ekki. En umferðaröryggi, umferðarslys eru líklega eitt stærsta, eða umferðaröryggismál er líklega eitt stærsta heilbrigðisvandamál í heiminum í dag. Talið er að eitthvað í kringum 1,3 milljónir manns deyi í umferðarslysum á ári hverju og þar af 120.000 í Evrópu og fyrir utan það þá slasast einhvers staðar á bilinu 20 til 50 milljónir manns. Og til þess að auka umferðaröryggi og til þess að draga úr slysum og óhöppum í umferðinni að þá er náttúrulega langbesta leiðin að draga með markvissum hætti úr umferðarhraða og finna bestu leiðir til þess að mismunandi umferð, þar að segja umferð akandi, hjólandi og eða gangandi geti farið saman með sem minnstum árekstrum. En fyrst og fremst að draga úr umferðarhraða og þrengja að einkabílnum, gera það ekki eins auðvelt fyrir fólk að ferðast með einkabíl en leið að skapa jafnvægi með því að auðvelda fólki að komast leiðar sinnar með öðrum hætti, ýmist hjólandi eða gangandi. Og þetta er af mörgum gjarnan kallað aðförin að einkabílnum. Því að það er eitur í beinum sumra að setja einhverjar hömlur á þá þegar þeir eru sestir undir stýri.
þá vilja menn gjarnan bara komast sinnar leiðar án nokkura hnökra. Varðandi gangbrautir, nú höfum við rætt hér aðeins gangbrautir og gangbrautamerkingar og það með það eins og svo margt annað þegar maður fer að kafa í það og skoða það, þá er það heil fræðigrein út af fyrir sig og kenningar og rannsóknir. Og það hefur verið bent á það að þessi hefðbundna svona sígilda gangbraut, þessi svona sígilda sebrabraut, að hún er líka á ákveðinn hátt slysagildra vegna þess að hún veitir falskt öryggi. Hún veitir gangandi vegfarendum oft öryggistilfinningu sem ekki í samræmi við bílaumferðina í kringum þá. Og ég verð að segja þetta, ég fæ oft smá hnút í magann, sting í magann þegar ég sé til dæmis ungt fólk labba með barnavagn, til dæmis segjum ung hjón labba saman með barnavagn í hrókasamræðum og labba út á gangbraut, ýtandi barnavagninum á undan sér og sem betur fer þá hef ég aldrei orðið vitni að neinu slysi, en ég fæ alltaf smá sting í magann þegar ég sé þetta. Og vegna þess að þarna er kannski finnst mér vera ákveðin svona öryggistilfinning eitthvað öryggi sem er kannski ekki alveg raunverulega til staðar, vegna þess að við vitum það að fólk í umferðinni, fólk sem er að keyra, er bæði bara frá náttúrunnar hendi í misjafnlega fært að keyra. Það er til fólk sem er góðir ökumenn, svo er til fólk sem er bara arfaslæmir ökumenn. Og ég hef alveg kynnst slíku fólki. Fólk sem hefur orð á sér fyrir að vera slæmir ökumenn. Keyra gáleysislega, kæruleysislega og gjarnan annars hugar við aksturinn. Og sumir eru svo slæmir að þeir ættu jafnvel ekki að hafa ökuréttindi. Og tala nú ekki um það þegar fólk er sem því miður gerist ansi oft, að fólk er að keyra undir áhrifum áfengis eða fíkniefna og það er svo alvanaleg frétt að maður er meira að segja hættur að kippa sér, maður kippir sér ekki upp við það. Maður les í fréttatilkynningunni frá lögreglunni þetta, svo margir ökumenn voru teknir ölvaðir við akstur. Og til þess að slysatíðni í umferðinni í Reykjavík hefur dregist stórlega, það hefur dregið stórlega úr slysum. En þau gerast enn og það verður náttúrulega alltaf okkar markmið og okkar skylda að bæta öryggi eins og frekast er kostur. Og varðandi gangbrautir sem eru mér og fleirum mjög hugleiknar, að þá hefur ákveðið trend verið við svona líði hér í Reykjavík að minnsta kosti að í stað hefðbundinna gangbrauta að hafa
hafa einhvers konar þrengingu og upphækkun vegna þess að rannsóknir hafa sýnt að þegar ekki er sem sagt búið að mála hvítu strikin í götuna heldur bara upphækkun, að þá er meðvitund gangandi vegfarenda meiri, að þeir fara yfir götuna með öðru hugarfari, með meiri varúð og eru ólíklegri til þess að ýta barnavagninum bara beint út á götu, stoppa frekar og horfa til beggja hliða eins og okkur var kennt einhvern tímann fyrir löngu síðan. Og það sem að kannski er næsta skrefið og sem að mér sýnist vera næsta skrefið varðandi gangbrautir að samræma þetta tvennt, það er að segja þrengingar, upphækkanir og ljósastýringar og sebramerkingar. Og ef að ég skil rétt og ég biðst afsökunar, ég biðst forláts ef ég er að fara með rangt mál, þá minnir mig að sú útfærsla sé að gefa bestan árangur, það er að segja fæst slys og mest öryggi. En það er í borginni þá er náttúrulega bara eitt alstærsta vandamálið sem að við stöndum frammi fyrir eru samgöngumálin og hvernig við skipuleggjum samgöngumálin. Og að mínum dómi og margra annara að þá hefur rýmið og vægi og réttur einkabílsins farið langt fram yfir rétt annara. Það er að segja að réttur þess sem er á einkabíl að hann verður meiri heldur en þess sem er á hjóli eða gangandi. Og mér finnst eðlilegt að við leitum leiða til þess að skapa borg, skapa samfélag sem býður upp á fjölbreyttar samgöngur. Og mér finnst til dæmis, ég meina sumir fíla hjólreiðar, finnst þægilegt að nota hjól og ferðast og reyna að ferðast eins mikið og þeir mögulega geta á hjólum. Og það er þægilegt og gott margra hluta vegna. Þeir sem að byrja að hjóla, þeir komast mjög gjarnan að því að þeir eru oftar en ekki fljótari frá A til B með því að hjóla heldur en að keyra, jafn lengi eða jafnvel fljótari. Það er ódýrara að hjóla heldur en að keyra. Hjól kostar minna heldur en bíll og þú þarft ekki að kaupa bensín á hjól. Og svo þar að auki er það líka ágætis heilsubót, sérstaklega þegar fólk er komið yfir miðjan aldur, þá er það ágætis heilsubót að hjóla. Og síðan eru aðrir sem að einhverja hluta vegna vilja ekki hjóla eða kunna ekki við að hjóla og hugnast eitthvað annað. Og í mínu tilfelli eins og margra annara þá hugnast mér til dæmis mjög vel að ganga. Mér finnst mjög gott og þægilegt að ganga og ég geng mikið og lítið, náttúrulega afstætt en ég geng að öllu jöfnu myndi ég segja svona klukkutíma á dag og það finnst mér ágætis. Ég geri það bæði í praktískum tilgangi til þess að komast frá A til B og til þess að veita hundinum mínum þá lögbundnu hreyfingu sem hann á rétt á til að þroskast sem eðlilegur hundur og síðan er þetta líka mín leið til heilsubótar. Ég hreyfi mig að minnsta kosti eitthvað og svo hef ég líka notað tækifærið
til þessum göngutúrum til þess að gera nokkuð sem að ég hef lítinn tíma til að gera, sem er að lesa mér til ánægju. Og ég hef vanið mig á það að kaupa mér hljóðbækur og hlusta á þær og er þá með heyrnartól eða svona tappa í eyrunum. Eins og flestir vegfarendur, eða mjög margir vegfarendur sem ég rekst á göngum mínum hér göturnar, eru með einhverja tappa í eyrunum og eru að hlusta á eitthvað. Og það er jú þannig að svona meira að segja sem gangandi vegfarandi að þá þarf maður að hafa mikinn vara á sér, eða meira að segja, eða bara meira að segja á gangstétt og merktum gangbrautum, þá þarf maður að hafa mikinn vara á sér gagnvart akandi. Og ég til dæmis, það er eitt sem að ég sem að stuðar mig svolítið mikið. Það er þegar fólk gefur ekki stefnuljós til dæmis. Þegar maður er að labba ætlar að fara yfir einhverja götu og sér bíl álengdar koma keyrandi og maður er að hlusta á einhverja áhugaverða sögu, niðursokkin í hana og maður dregur það ályktun að þessi bíl muni bara halda áfram á sinni leið, en svo rétt er að maður er að stíga út á gangbrautina, þá bara beygir hann í veg fyrir, sem gefur ekki stefnuljós. Og þetta er bara hluti af umferðarmenningunni og kannski líka þessum bílakúltúr sem er í gangi. Það er að segja að sá sem er á bíl, að þegar maður er á bíl að þá hefur maður töluvert mikinn rétt. Og mér skilst til dæmis og það er gjarnan talað þá sem er að ferðast borgina öðruvísi en á bíl sem einhvers konar frík eða einhvers konar annars flokks farþega. Og til dæmis skilst mér að í umferðarlögum sé hjólreiðamaður til dæmis skilgreindur sem óvarinn vegfarandi, óvarinn ökumaður eða eitthvað svoleiðis. Og ég tel að, og það hlýtur að vera, mér sýnist það nú vera svona stefnan í flestum þeim borgum svona sem að ég haf kynni af í mínu starfi, að það sé svona stefnan hægt og bítandi að skapa fjölbreytni í samgöngum. Það er að segja að fólk geti valið fjölbreyttar samgönguleiðir. Fólk geti tekið strætó, fólk geti hjólað, fólk geti keyrt eða fólk geti jafnvel labbað ef því langar til. Sem sagt, jafnrétti, bara jafnrétti þeirra sem að fá að velja sér þá leið sem að fólki hentar. Og ég tel að þrátt fyrir svona, og auðvitað verða alltaf einhver koma upp öðru hvoru, einhver það sem má kalla einhver misskilningur eða eitthvað þykir ekki nógu vel gert eða hefði átt að vera betur hugsað eða leit ekki eins vel út eins og í framkvæmd eins og það leit út á blaði eða á einhverjum fundi. En við megum ekki alltaf setja það fyrir okkur og nota það sem ástæðu til þess að hætta. Við höldum áfram að reyna að skapa borg sem byggir á jafnrétti og jafnvægi. Og það ég hef reyndar verið að velta fyrir mig, af því að ég er mjög mikið náttúrulega gangandi vegfarandi,
og mundi mjög gjarnan vilja sjá víða gangstéttir fara að breikka og vegi fara að mjókka og ég alveg til í að sjá hjólreiðastíga á fleiri stöðum. En maður sér þetta sko til dæmis eins og þegar að verða að plompa niður gámum, ég hef nú talað um þetta áður, einhver að flytja kannski og pantar gám og honum sjálfkrafa að plompa á gangstéttina, þannig að allir þurfa bara að labba af gangstéttinu út á götu. Það dettur engum helvita manni í huga að setja gáminn bara út á götu. Þannig að það er kannski svolítið kominn tími til þess að stofna svona þrýstihóp gangandi vegfarenda. Nú var félag íslenskra bifreiðaeigenda sem einhver myndist nú á hér áðan í tali, ég man ekki alveg hver. Félag íslenskra bifreiðaeigenda var stofnað 1932 til þess að vinna framgangi bílsins og rétt hans og hefur vissulega orðið ágengt í því málum. Götur hafa breikkað og aðgengi akandi hefur verið bara nokkuð gott. Og kannski er kominn tími núna til þess að fara að stofna samtök gangandi vegfarenda, fólk sem að gengur og fara svona að, já, ég bara nota þetta tækifæri til þess að hvetja einhverja til þess að stofna slík samtök. En annars þakka ég bara fyrir ánægjulega og áhugaverða umræðu. Þetta er brýnt og mikilvægt mál og gott að heyra að við erum samstíga og sammála það að úrbóta er þörf. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa umræðu sem að kannski kemur ekkert sérstaklega óvart en engu síður er hún gagnleg og færir okkur vonandi eitthvað fram á veginn. Sumt hefur komið fram hérna varðandi svona það sem að stendur fyrir dyrum hjá okkur sem sitjum í umhverfis- og skipulagsráði og okkur auðvitað hlakkar öll til þess. Hérna undir ræðu borgarstjóra flétti ég upp á því sem að finna hér á netinu varðandi banaslysin sem að ég vissi náttúrulega að þeim farið fækkandi og það auðvitað mikið gleði efni. En hér á vef innanríkisráðuneytisins eru fréttir frá rannsóknarnefnd umferðarslysa held hún heiti. Og ég ætla bara að lesa þessa örstuttu frétt sem að hér frá síðasta ári með leyfi forseta. Banaslysum í umferðinni hefur fækkað undanfarin ára því að fram kemur í áskýrslu rannsóknarnefndar umferðarslysa fyrir síðasta ár. Skýringuna segir nefndin meðal annars vera þá að unnið hefur verið að ýmsum umbótum samkvæmt umferðaröryggisáætlun. Slysum á ákveðnum vegum hefur fækkað í kjölfar breikkunar þeirra. Akstursstefnur hafa verið aðskildar og löggæslumyndavélum hefur verið fjölgað. Það er sem sagt ekki minnst á það sem að hér virðist nú vera helsta sannfæring þeirra sem hér hafa talað, að það séu þrengingar gatna sem að hafi valdið því að slysatíðni hefur lækkað. Það er öðru nær. Það er hugað að því að umferðin geti gengið greiðlega og hún sé örugg í því umhverfi sem hún er að aka og aðrir líka. Ég var á fundi í Hagaskóla sem að fjalla þá götu sem að formaður umhverfis- og skipulagsráðs vil nú síður ræða en ræddu engu að síður og kallaði Bleikarfílinn. Og mér fannst þetta ansi góður fundur og ég held að margir borgarfulltrúar hér hafi setið þennan fund. Mér fannst það góður af því að hann sýndi það að allt hverfið, allur Vesturbærinn þarna, sunnar Hringbrautar, sá sem þarna var mættur auðvitað, hafði mikinn áhuga á sínu nærumhverfi, vildi taka þátt í því, var örugglega hver og einn tilbúinn til þess að leggja hönd á plóg og taka þátt í því að vinna úr þessu máli. Ég tók eftir því eftir að fundi lauk, þá kom fólk á mál við mig og vildi bara gefa sig fram og auðvitað ég benti þeim á að tala við þá borgarstarfsmenn sem voru að taka niður einhver nöfn. Og þá er ég ekki að segja að allir séu sammála, alls ekki. Ég er bara að segja það að menn höfðu áhuga á því að starfa að málefnum hverfisins. Og það er svona fundir og svona breiður vettvangur
vettvangur sem ég finnst mikilvægt að við hér í borgarstjórn nýtum okkur og það er þess vegna sem ég sagði það áðan að ég myndi vilja sjá breiðan samráðsvettvang þegar kemur að gangbrautum og að vinna að því að forgangsraða gangbrautum og að vinna með íbúum sem sínum auðvitað þekkja best og hverfin þekkja best betur en við að því að gera betrumbætur á því. Varaformaður umhverfis- og skipulagsráðs kom hér upp og svona var nú ekki mikið ánægð með það sem ég hafði fram að færa í minni ræðu og ég finn í hans máli eins og ég finn reyndar hérna hjá sumum, það er svona eins og borgarbúum sé skipt í tvo hópa. Það er annars vegar þessir viltu, trilltu bíleigendur sem að kunna sér einskis hóf og keyra alltaf volta og rætt og svo er það hinnir saklausu og jákvæðu og góðu borgarbúar sem eru gangandi á hjólandi. Þetta er auðvitað alls ekki svoleiðis og ég veit að enginn mun taka undir það. Ég er bara svona að segja þetta með skýrari hætti en kannski ástæði til þess að benda borgarfulltrúum á það að tala ekki með þeim hætti að þeir sem eru akandi séu með eitthvað öðruvísi óvandaðri heldur en þeir sem eru gangandi. Og þá kannski líka komum við að því hvers vegna hefur dauðaslysum fækkað. Það er auðvitað að því að fólk er að vanda sig betur og fólk er að fara varlegar og líka það að bílar eru orðnir síður hættulegir en þeir voru áður. Fólk er síður að deyja í bílum að því þeir eru betur hannaðir og bílar eru hannaðir með það í huga að þeir valdi ekki slysum á fólki ef að það kemur fyrir. Það er að segja þeir eru rúnaðri, þeir eru úr gúmíi, þeir eru úr plasti og þeir eru mýkri þar sem að árekstur getur orðið og það skiptir allt saman máli. Kannski nú það sem skiptir kannski mestu máli þegar öll eru botni hvolft, það er að sem flestir getur nú bara endurnýjað sína bíla vegna þess að bílaflotinn hér á Íslandi er orðinn elsti bílafloti í Evrópu og það er einmitt eldri bílar sem menga meira og sem eru hættulegri fyrir þá sem að sitja í þeim og eru hættulegri fyrir þá sem að illu heilli kannski lenda í því að á þá er ekki þar sem þeir eru að ganga yfir gangbrautir. Á síðasta fundi skipulagsráðs þá lögðum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fram eftirfarandi tillögu með leyfi forseta, hún er svona. Nú þegar Laugavegur er að fara í endurhönnun er mikilvægt að nýta það tækifæri til þess að leggja áherslu á aðgengi fatlaðra. Lagt er til að skipaður verði sérstakur átakshópur í þeim tilgangi. Hann móti áherslur og stefnur Reykjavíkurborgar og verkferla vegna umsókna sem berast bætt aðgengi. Átakshópur vinni með kaupmönnum og öðrum rekstraraðilum. Ég bara nefni þetta hér vegna þess að ég held að allir séu sammála það að við getum bætt okkur þegar kemur að aðgengi fatlaðra í miðborginni, aðgengi að verslunum, veitingastöðum og hverri annarri þjónustu sem í miðborginni er. Sumir segja að það er ekki hægt vegna þess að það kostar svo mikið og þið taka hluta gangstéttinni. Sum af þeim lausnum sem við höfum séð að til eru til dæmis lyftur sem að geta verið niður á gangstéttinni þegar það er ekki notkun að fara svo upp þegar að þeir sem þurfa slíku að halda, fatlaðir, þurfa og vilja fá aðgang. Og ég nefni þetta hér, svona þrátt fyrir það að þetta sé ekki hér á dagskrá hér, núna, við erum að ræða umferðaröryggi, vegna þess að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson brást mjög hart við gagnrýni minni á þrengingar á Sæmundargötu. Á Sæmundargötu er verið að þrengja fyrir 90 milljónir króna. Ég segi að það sé óþarfi, ég segi að það sé óþarfi og illa farið með opinbert fé og ég skal alltaf standa við það. Það er vegna þess að það eru svo margir aðrir hlutir sem ættu að eiga forgang. Og eitt af því sem ættu að eiga forgang er auðvitað það að við bætum aðgengi fatlaðra í miðborg Reykjavíkur. Til þess hefðum við þá 90 milljónir ef við ekki fara út í þessa aðgerð. Og þetta skiptir allt saman máli. Þrengingar eru stundum og oft af hinu góða. Og auðvitað líka aðrar aðgerðir til þess að hindra hraða umferðar. Það er bara mikilvægt að tryggja það að umferðarhraði verði ekki of mikill. Þrengingar geta líka verið af hinu vonda og ég vil meina það að það er þrengingar sem að gerðar hafa verið á Snorrabrautinni séu ekki af hinu góða. Þær eru þannig að umferðin getur ekki, hún á ekki greiðan aðgang, umferðarflæði er truflað og það er ekki svo, eins og einhver sagði hér, að með því móti þá væri, held ég að væri sagt, ökumenn óvissir og vakandi eða eitthvað í þeim dúr. Það er auðvitað ekki svo. Það auðvitað þýðir það þegar ökumaður er aka eftir Snorrabrautinni sem er eina tenging kring brautar á þessu svæði við Sæbraut.
og er þess vegna mjög mikilvæg gata þar sem ég held að 10.000 bílar fari á hverjum degi. Það er auðvitað svo að það veldur einmitt óöryggi að ökumenn þurfa að breyta akrein við allar aðstæður í myrkri, rigningu, snjókomu og hvað sem og eru sem sagt þá með hugan við það, en ekki við það sem þeir ætti að vera með hugan við, það er að fylgjast með gangandi umferð, þar sem að oft á tíðum fólk er bara hreinlega að hlaupa yfir Snorrabrautina og þar á meðal börn, því að auðvitað fara börn oft ekki að settum reglum og þess vegna mikilvægara að það sé hægt að aka Snorrabrautina í fullu öryggi og án þess að þurfa sífellt að vera að breyta akrein sem truflar ökumenn og tekur athyglið þeirra frá því sem miklu meira máli skiptir. Ég ætla að láta þetta duga. Mér sýnist enn ætli að ræða hér á þessu fundi svo ég ætla nú að bíða þá með lokaorð en læt þetta nægja fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það er að tala umferðaröryggismál í mjög víðu samhengi, til dæmis út frá mengun og öðru slíku. En að því að var komið hér inn á málefni fatlaðra og látið að því liggja að það hefði verið betra að setja þessar 90 milljónir sem fara í endurhönnun Sæmundargötu í eitthvað sem að myndi koma sér fötluðum betur, að þá finnst mér það vera svolítið lágkúrulegur málflutningur af því að þetta sem er gert á Sæmundargötu mun hjálpa fötluðum mjög að komast til leiðar sinnar. Hugsanlega einhverju stúdentar sem að verða í stúdentagörðunum fatlaðir og það mun hjálpa þeim mjög. Þannig að þeim 90 milljónum sem er varið í Sæmundargötuna mun gagnast öllum fötluðum og ófötluðum. Þetta var ófært fyrir gangandi fólk meira og minna. Ég vil líka vekja athygli á því að í umhverfis- og samgönguráði fengum við frábæra skýrslu í fyrra frá skýrtunum þremur fötluðum stúlkum sem að lögðu dóm sinn á það hvernig væri að hafa götuna lokaða fyrir bílaumferð. Hver var þeirra niðurstöður? Jú, þetta var frábært fyrir fatlað fólk. Það sem hins vegar ömurlegt fyrir fatlað fólk voru tröppurnar upp í búðirnar og ekki síst öll skiltin sem að kaupmenn setja út á miðjar gangstéttar. Og ég er alltaf hissa á því að borgarfulltrúinn Júlíus Vífill skyldi ekki hafa tekið það mál upp þá að taka upp harða herör gegn þessu sem að fatlaðir einstaklingar kvörtuðu undan og sögðu helstu hindrun í miðbænum. Frekar einfalt mál að taka fyrir og fylgja eftir af krafti sem að ég veit að borgarfulltrúinn hefur nægan. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, þetta er ágætt. Þetta er allt saman sem sagt mér að kenna. Það er ég sem að stóð mig ekki. Það er ég sem átti að fylgja þessu eftir. Það er ég sem átti að stýra þessu. Borgarfulltrúi góður, ég vil benda borgarfulltrúanum, ágætu forseti, á það að hann skipar meirihluta hér í borgarstjórn. Ég fylgi mjög mörgum málum eftir. Ég var til dæmis að fylgja því eftir hér og nú að gangbrautir yrðu gerðar samhæfðar vegna þess að ég vissi ekki að þetta væri í gangi inn á umhverfis- og skipulagssviði, þessi vinna sem að formaður hefur nú upplýst mig og ég mun fara vel yfir þegar hún kemur. Ég taldi hins vegar alveg örugt að akkurat þessi niðurstaða frá skiptunum þremur væri í vinnslu innan kerfisins og það kemur síðan í ljós í fréttum fyrir örfáum dögum að svo er ekki og þess vegna tek ég það upp ágæti borgarfulltrúi. Varðandi Sæmundargötuna, jú, það getur vel verið að það sé ekki beint sanngjarnt að segja að 90 milljónir hefðu átt að fara í málefni fatlaðra í miðborginni. Það er engu að síður ætti að kristalla það fyrir þessum borgarfulltrúa eins og öðrum að peningar sem eru illa nýttir nýtast ekki í aðra þarfari hluti og þarna er verið að fara illa með almannafé. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið við það að svara andsvari. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur og síðastur á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil eins og aðrir þakka fyrir þessa umræðu. Umferðaröryggismálin standa mér býsna nærri hjarta og ég hef fylgst með umræðum þennan málaflokk lengi. Ég vil byrja á því að taka undir með borgarfulltrúa Páli Hjaltasyni sem að undirstrikaði að bara það eitt að hafa gert umferðaröryggisáætlun og fylgin eftir skiptir mjög miklu máli. Og hún hefur verið tekin nokkrum sinnum út á þeim árum eða hálfum öðrum áratug sem hún hefur verið í gildi og hefur sýnt sig skila árangri. Það líka rétt sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson rakti að framan af var þetta tengt við hefðbundnar aðgerðir, þar að segja aðskilnað akstursstefna, skýrar merkingar og svona í raun umferðin var römmuð svolítið inn til að tryggja hana greiða og án hiksta. En það sem hefur verið svolítið áhugavert kannski undanförnum árum og hefur smitað kannski sem betur fyrir alla umræðu hér að það að koma upp ný og svona framsæknari sjónarmið í þetta og hafa verið gerð mjög mörg tilraunaverkefni víðum heim til þess að lækka hraða. Og hversvegna er verið að reyna að lækka hraða og eins og borgarfulltrúinn rakti koma inn jafnvel óöryggi hjá ökumönnum. Það er vegna þess að, svo ég nefni nú eitthvað sem ég get ekki tekið undir, að endurnýjun bílaflotans er ekki mikilvægasta umferðaröryggismál á landinu, heldur það að lækka og halda niður hraða í umferðinni. Þetta er byggt á mjög viðamiklum alþjóðlegum rannsóknum og það er til svokallað potence model sem sýnir línulegt samhengi milli hraða og við líkurnar á því að einhver deyi í umferðinni. Rannsóknir benda til að 90% gangandi vegfarenda lifi af ef hraði við ákeyrslu er 30 km eða minni. Þetta hlutfall breytist hratt þegar hraðin er 50 km á klukkustund, en þá verður hættan á banasleysi 8 sinnum meiri sem þýðir að 20% lifa áreksturinn af. Og þetta er hægt að kynna sér í öllum grundvallarriturum umferðaröryggi, en það er til, og ég vil benda borgarstjórn á það, býsna nýleg samantekt sem var styrkt af Rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar forgang og öryggi gangandi vegfarenda á gönguþverunum. Það eru þessar alþjóðlegu rannsóknir dregnar svolítið saman og þetta auðvitað smittar yfir í, eða hluti af þessu eru að stöðvunarvegalengdirnar eru mikið lengri ef að hraðin er meiri, eða 27 metrar ef að keyrt er á 50 km hraða en 13 ef keyrt er á 30 km á klukkustund. Og það víkur einmitt huganum að þessum megin leiðum sem að farnar hafa verið í Reykjavík. Í fyrsta lagi að gera umferðaröryggisáætlun, í öðru lagi að innleiða 30 km hverfin sem að verða komin alla borgina og þau hafa verið lykillinn í því að lækka slysatíðni. Það að ná 30 km hverfum, það er lykillinn að því að lækka slysin og þess vegna var það, til dæmis 2006 þegar þetta var tekið út, að þá sást 27% lækkun á umferðarslysum í Reykjavík og 62% lækkun á alvarlegum slysum. Fyrst og fremst vegna minni hraða. Það er hægt að ræða útfærslurnar á Hofsvallagötu, mikil ósköp, ég get haft mínar skoðanir á því, en ákallið á íbúafundinum 2011 sem leiddi til þessar aðgerða var ákall að lækka hraða. Gatnasniðið og öll umgjörð Hofsvallagötunnar sendir ökumönnum þau skilaboð og þar sé hægt að keyra hratt. Og það er hættulegt eins og við höfum kynnst á hörmulegan hátt á Snorrabrautinni. Og þess vegna er ekki farið í þrengingarna vegna, heldur til þess að lækka hraða og gera umhverfið öruggara. Að reyna að ná þessum viðmiðum betur sem að rannsóknir sýna að tengjast umferðaröryggi, ekki bara til að forðast slysum heldur líka til að draga úr alvarleika afleiðinga slysana. Við getum séð þegar við berum saman dauðsföll í umferðinni á hverja 100.000 íbúa og berum saman Ísland og önnur Norðurlönd og það
það er mjög strangur samanburður, Norðurlönd eru í fararbroddi á heimsvísu í þessum efnum, að það hafi gengið býsna vel að fækka dauðsföllum hér. Í þessari samantekt sem ég nefndi frá Vegagerðinni eða úr rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar dregið saman frá 2000 til 2011 og slysum hefur fækkað 2/3 dauðaslysum á hverja 100.000 íbúa á þessum tíma. Og sama þróun í gangi á Norðurlöndunum. Myndin hins vegar ekki jafn skýr og ekki jafn svona traustvekjandi þegar við horfum á dauðsföll gangandi í umferðinni. Þau eru auðvitað sem betur fyrir ekki jafn mörg, þannig að það ekki hægt svona tölfræðilega að draga jafn skýrar ályktanir, en þar ákveðnar vísbendingar að við séum ekki að ná þeirri lækkun sem aðrir eru með, þó svo að við höfum raun að verið nokkuð lág í upphafi tímabilsins og erum svona frekar með flata línu. Sömu sögu að segja af meiðslum að þau hafa ekki lækkað jafn mikið, þannig að þó það sé ekki óyggjandi hægt að draga ályktanir af svona breiðum meðaltölum, að þá held ég að við séum að ýmsu leyti á réttri leið en getum gert betur, og ég held að við þurfum að í raun fá samvinnu fleiri en ekki bara vinna hér innan Reykjavíkur, því að tölurnar í Reykjavík eru býsna sláandi og sterkari og betri, eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson nefndi, heldur en landsmeðaltalið, að því ég fæ best séð. En það reyndar svolítið merkilegt þegar maður að lesa svona nýjan texta þessi mál og umfjöllun, að tungutakið og það hvernig skilgreiningarnir eru beinlínis settar fram, þannig að maður setur svona aðeins í stellingar bókmenntafræðings, auðvitað svolítið sérstök. Rétt eins og borgarstjóri nefndi þá ennþá talað óvarða vegfarendur og skilgreiningin á því sérstök. Hún þannig með leyfi forseta: vegfarandi sem ekki varinn af yfirbyggingu ökutækis í umferð, svo sem gangandi og hjólandi vegfarandi, þar með talið ökumaður og farþegi bifhjóls og torfærutækis. Það að segja, reglan sú, einu vörðu vegfarendurnir eru þeir sem eru í bíl, hinir eru óvarðir. Og orðræðan gangbrautir og göng- og hjólaleiðir sú sama. Það talað þetta sem gönguþveranir, bara rétt eins og maður talar að þvera ár. Þar sem áin á einhvern veginn réttinn, hún bara flæðir og svo maður að þvera hana. Og þetta kannski angi af svona þeirri bjartsýnistefnu bílinn sem var rekinn mjög lengi, að hann átti að vera allra minna bót, og það ýmsu leyti. Hann skapar fólki mikið frelsi til ferðalaga og fara lengri vegalengdir en áður. En við þurfum að huga að því hvernig hinir óvörðu geta verið öruggir í umferðinni. Þessi rannsóknarskýrsla fjallar leiðir til þess að auka forgang þeirra og öryggi og með ýmsar hugleiðingar og tillögur í því. Og ég held að þetta eigi alltaf vera hluti af þessari umræðu hér, leið og Reykjavík, sem hefur verið mjög framarlega í þessu, á að halda áfram að veita inn í bæði umræðuna og borgarsamfélagið bestu leiðum til þess að draga á hraða og auka öryggi, jafnvel með óvenjulegum aðferðum. Þegar ég bjó í Stokkhólmi þá var stillt upp tugum nautgripa sem voru reyndar ekki lifandi, heldur málaðir við Ringvegen, sem var svona hraðbraut í kringum Stokkhólm, einmitt til þess að hægja aðeins á umferðinni og gera Ringvegen öruggari. Í Kent í Bretlandi, þar voru svona brautryðjandi athuganir með það að taka allar götumerkingar sem kallað hefur verið shared space, og í báðum tilvikum að þá virðist hafa náðst markverður árangur í að lækka hraðann, minnka slysin og minnka afleiðingar slysa. Og það eru markmið sem mér heyrist allir vera sammála og
og það eru auðvitað bara styrkur í því að heyra umræðuna draga það svona skýrt fram. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla ekki að fara að bæta miklu við þessa umræðu sem orðin nokkuð löng. Þakka borgarfulltrúanum Degi B. Eggertssyni fyrir að koma hér upp og fara svona yfir þessar skýrslur sem svona sæmilega vel þekktar engu að síður, sko. En það er vonandi ekki sá misskilningur í gangi hjá borgarfulltrúanum að það sem einhverjum hætti verið að tala fyrir því umferðinni yfir að hröð. Það er þá mjög mikill misskilningur og hann er ekki fylgst nægilega vel með. Það er enginn að tala það. Það er auðvitað bara fyrst og fremst verið að tala það að það er fleiri en eitt atriði sem skiptir máli þegar kemur umferðaröryggi. Það þarf að skoða fleiri þætti. Það þarf að skoða til dæmis ökutæki sem ég nefndi hérna áðan og það þarf að skoða líka gangbrautir sem að í ljós hefur komið, til dæmis með þessari skýrslu Malmvits, að er ekki með þeim hætti sem best verður á kosið. Og sums staðar er öryggi ekki nægilega skýrt og það skapar óvissu og óöryggi kannski hjá ökumönnum en örugglega líka hjá gangandi vegfarendum og alveg örugglega hjá foreldrum sem eru að senda börnin sín í skólan til að fara yfir þær gangbrautir sem að í skýrslunni kemur fram að eru ekki alvöru gangbrautir og þær eru kallaðar gervi gangbrautir á heimasíðu FÍB. Þannig lítur þetta auðvitað út. Umferðaröryggi viljum við öll bæta. Umferðarmenningu viljum við öll bæta og það er kannski eitthvað sem við höfum ekki talað í dag. Það er umferðarmenning og það er það að fólk er auðvitað meðvitað mikilvægi þess að aka varlega en það breytir því þó ekki að þrengingar eru ekki alltaf góðar. Þrengingar geta verið góðar en þær eru ekki alltaf góðar. Það er ekki alltaf meðalið sem tilgangurinn helgar ekki alltaf meðalið í þessum efnum en auðvitað styðjum við í öllu tilfelli allar þær aðgerðir sem eru skynsamlegar til þess að auka umferðaröryggi. Ég hefði kosið það en við höfum kannski bara haldið okkur svolítið meira við gangandi vegfarendur og gangbrautir og hvað við getum gert í þeim efnum. Það er ekki dýrar aðgerðir og þess vegna er það eitthvað líka sem við getum gert mjög fljótlega. Við sjáum til dæmis að þegar ákvarðanir hefur verið teknar það hvernig breyta ætti Hofsvallagötu, þá gerðist á einu vettvangi. Á einni viku eða svo þá var allt í einu komin upp allt önnur gata heldur en hafði verið þarna áður. Þannig að ég vil bara aftur þakka fyrir þessu umræðu. Ég tel ekki ástæðu til þess að orðlengja þetta frekar. Hún mun halda áfram á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs. Við munum fara yfir þær upplýsingar sem að þær munum verða lagðar fram og ýmislegt annað sem að þessu við kemur þegar að það kemur þar á dagskrá alveg á næstu dögum. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið.